Klukkan orðin 4 og meira þess að, eina mínútu yfir. Föstudagurinn 9. október og FM 95 Blöður hafi göngu sína á þessum, hvað á maður að segja, ágætis föstudegi. Ég held að það hafi ekki farið fram hjá neinum að það eru 100 smitanir á dag, en við höfum nú haft það fyrir reglu hér í FM 95 Blöður að tala ekki mikið COVID og þennan viðbjóð. Heldur aðeins að reyna að létta á samfélaginu og til þess ég með 2 helviti öfluga með mér til að gera nákvæmlega það. Ég ætla að byrja á fyrirliða þáttarins. Hann heitir Egill Einarsson og hefur tekið fyrirliða starfinu mjög alvarlega og staðið sér mjög vel og það með svo oft stoppan út í búð og sagt mikið óbóðslegar en Egill, góðu fyrirliði hjá okkur. Hvernig ertu, Egill? Thank you, ég hef aldrei verið betri. Þú hefur aldrei verið betri? Nei, þetta nákvæmlega sem að þjóðin þarf að heyra núna. Ég hef aldrei verið betri, ég er að horfa hérna núna á þróttaramerkið. Það gott veður. Mér líður þess að segja júli. Já, það glampandi sól á merkinu. Það ekki október. Nei, það samt komið 9. október. Blár himinn, ocean view, sól á þróttaramerkinu. Þetta einleið til að horfa á þetta. Þú veist, jú, það einhverja neikvæða fréttir í gangi. Íslandi búið að vinna Rúmeníu. Við vorum að taka það og pökkuðu það saman. Já, og það var nú að koma fréttstrákar að þetta var hlýjasti september frá upphafi Íslands. Málin. Ég elska ekkert meir í heiminum með global warming. Ég er að vona svo innilega að við keyrum það koncept meira í gang. Við losnum við að það að skafa en að... Já, og byrja að fá 50 gráður til Íslands. Já, bara keyra þetta bara málega. Nú þurfum við að gefa í. Það er það að tala að einhvern veginn að minka þetta koncept. Hvetja fólk til að henda ruslut úr glugga. Ég var að horfa á einhverja heimildamind frá Attenborough og vinum mínum og ég fekk bara pínu í magan, þannig ég geti ekki tekið undir þetta. Já, hann býr ekki á Íslandi, hann væri ekki með hann þáttur hann til heima hérna sko. Já, en það er bara með allt annað í heiminum. Hann veit ekki hvernig það er að vakna og skafa. Ég get lofa því að hann er núna einhvers staðar að berja einhvern bruna, einhvern skóareld í Los Angeles bara með einhverju rúmlaki. Sko hann má eiga það, hann lítur vel út kallinn. Hann er 93 eða 4 ára eitthvað, hann er bara geggjaður. Hann er animal lover. Já, við fýlum það nú. Ég er búin að horfa á hann, ætla ekki sem að eyða svona 60.000 klukkutíma og horfa á hann að meistara. Já, sko Attenborough. Já, ég elska. Já, hvernig getur það verið að hvetja til global warming þegar þú veist að það er hans bara helsti. Við erum góði félagar sko, en hann á heima Bretlandi, hann fær alveg vetur sko. Ég get lofa því að grænlendingurinn er ekki að töði við global warming sko. Já, sko, málið það, svona ef við tökum hann ekki með, en þegar maður horfir á svona Hollywood celebrities, þegar maður sér þau allt í hennu elda svona hratt, eins og ég sá mynda Bill Murray, mínum allra uppáhald manni, ég sá mynda á hann með daginn og hann leit út eins svona í dái 94 og hann sé bara búin að rotna síðan, þá fær maður svona reality check, bara já, tíminn líður, við erum að eldast. Sko, það sem Íslandingar er svona hefni með, sólin eldir þig og það er a blessing in disguise að sé ekki mikið sól hérna sko. Nei, en þú veist þú reyndar sko, það er líka, ég veit ekki hvort það bara byrja merkjum þroska í að þegar ég kynntist þér, þá vildur alltaf vera í ljósum og vildur alltaf vera brúnn og í sólbóð eitthvað, svo núna maður fer með þér til útlanda, þá ert alltaf í skugganum í tölvinni. Já, eða með vörð 50. Já, þú vilt ekki lengur tan. Nei. Herru, veistu hvað vinur minn strákar? Ég fer í tanklefan, ég fer á snertastofan á Kopar og stendin í tanklefa í svona 3,5 mínútu. Þannig þú leifir ekki sólinni lengur að tanna. Og lapp út með voluptuous tan. Þú ert ekki komin í það sem Skúli Ármannsson, félagi minn í Mósbæ og boxari gerir, hann sprautar í sig brungu. Það er stór hættulegt sko. Já, fyrir þetta stór hættulegt. Ég verð að sína mynda á honum núna eftir. Ég er ekki að tjóka í ykkur. Það er líka mjög ánægð með og nafngendra hann og National TV sko. Er þetta radio? Þetta er ekki National TV. En nú er ég ekki að grínast í ykkur. Hvað kennir það? Hann var alveg svartur í framan. Já, og hann getur, veist, hvað er hann að spá? Nei, hvað er hann að spá? Og svo er hann að gera grína þessu sjálfur. Pæli í tíma skekkjun að líta svona út. Það lítur enginn svona út í dag. Hvað er ég að pæla maður? Svo er hann að sprauta í sig. Þetta er svona, menn er að þessu og þú veist, það er... Varst þú einhvern veginn komið þangað? Nei, bara sprautaði brúnan? Ég hef aldrei hjólaði það, sko. Ég mun bara aldrei sprauta með einhvern sem hann gera. En væri þá ekki líklega um að reyna að gleypa eitthvað töflu eða eitthvað? Er eitthvað ógeðslega heldur en að vera að sprauta sig til þess að ná betri árangri, betri brungu eða líða betur? Ekki nema allir að keiri the golden drug, bara svona... Ég er að segja það, líða betur, bara þá er ég að tala um fólk sem er að sprauta sig, bara eitulega fíkla. Sko, ég þurfti að taka 30 ljósatíma og 30 dögum eins og því. Af hverju þurftur að gera það? Út af því að Óskar Þór vel
tanaðan sterahaus Fórst í 30 Og hann sagði, nú þarf ég að fá að upsjöst hengilsar og þetta er heldur langt síðan sko. Þetta þurfti að vera ljósa bekkja þú ert í ljósa Já, þetta þurfti að vera ljósa bekkja brunga Þannig ég fór í 30 ljósatíma og 30 dögum Ótrúlega sé ekki dauður í dag sko. En ég fílaði það, þú fórst, þetta var method acting Já, gerði þetta fyrir hlutverki Og ég var líka ekki dæðilega brúnni í sér sko. Og ekki með neitt brungukrem sko. Þetta var alveg gamli Og valla bara sminka Einu maður sem ég þekki og sko, sem að ég kalla vinn í dag sem er ennþá ljós heldur Rikki G Er hann ennþá að stunda bekkina? Já, bara get ekki svarað þessari spurningu Alltaf kaffi brún með tattoo og Sér hann á Beamer Nei, hann er bara að selja Beamer Hann er búin að fá sér staðista Jay-Z tattoo bara sem ég sé á æfinni Það er bara mynd af Jésu á upphandlingu Veitu, er Jay-Z hann á sig? Var þetta ekki bara eitthvað cross? Einhver cross Ég held að þetta sé ekki Jay-Z Ef við hvaða bíl er hann en ekki lengur á Nei, hann er komin á eitthvað Ford eitthvað Hæ? Hann er komin á eitthvað hvítan Piece of shit Ford Já, Hlutabrjáðan að lækka gæti að lækka aðeins þar sko Já, Rikki, ef þú hlust að fara á Beamer Hann er satt ennþá kaffibrúnni í hvítugalabúsunum Já, Rikki með allt upp á 10 Það er bara svo Æru, hversu gott Já, toppmaður Toppiðmaður og toppmaður Rikki út að hlusta Hérna, hversu stert var þetta fyrir þjóðin í gær að vinna þennan landsleik? Jésús Ég öskraði það mikið heima þegar við skoruðum Já, ég líka Að ég var skammaður Ég dýrkaði Það var alveg, þetta er kannski bara að því að maður er United maður þessa dagana Það er alveg svo langt síðan að maður var með svona stress að horfa fótboltaleik og var og vitandi að væri eitthvað mikið undir þannig að þetta var geggjað sko. Ég var til 3 í nótt að spila með Gylfa í Warzone Varst að spila með honum í nótt? Já, við spilum Þið fór hann upp á hótel og fór hann beint Into the World Nei, hann fór sem sagt að beint eftir leikinn þá fer hann beint í nutt Ristingsnötti? Nei, og beint eftir nutti spila bara í nuttinu? Já, beint eftir nutti, þá fer hann og hann er með þess að því hann býr náttúrulega úti en þá ferðast hann, hann sendir með mynd af kittinu hann er með tösku Það var svona eins og ferðartaska en það er bara skjár sem þú opnar upp og tölva og fjastringar og hann er að spila Bara eins og sé hriðverka Já, og Hörður líka, sendi mig líka Hörður er að spila líka og hérna pæli bara ég er aðeins að svona gefa hlustendum svona kvöld í lífi Gylfa hann fer á Laugardalsvöll hann setur 2 mörk með hægri og vinstri Nei, 2 með vinstri 2 með vinstri, ok, ennþá betra hann er réttvættur og hann mæti svo í nutt eftir leikinn lætur nutta sig upp, hann sé tilbúin fyrir sunnudaginn fer svo upp á hótel sæna sig inn og tekur gúlagi með juniornum 4 í nótt Það er rosa Til 4 í nótt, það er ástæðan fyrir þú mættir að háti Nei, svo er það líka bara því að maður er að leggja þig og svo heyrðist ekki dýr í 2 tíma Ég er alltaf með nýfætt barn, ég er alltaf með annað fótinn ég er alltaf, basically, algengasta lína sem ég segi þegar ég er að spila er bara, guys ég verði að hoppa niður Hvað leikur var þetta? Var þetta Destiny? Nei, þetta var Call of Duty Call of Duty yes. Já, við erum að spila saman Video Game Boy alltaf í Destiny Já, hann alltaf Video Game Boy ekkert að rífa sig úr þeim heimi Sko, hjá mér er góði heimurinn það er þegar ég er í því Já, Swessboy er góði heimurinn þegar hann er í Destiny En ég get lofa þér því, ég veit hvaða leik hann er að spila Þetta er leikur þar sem að þú basically panta pizza og skýtur í kassan sko Þú ert ekki að fara mikið frá hann Og hefur allan tíma til að anda Nei, hann er í vesinni, ég get lofa því Djöfull saknaði þess að vera döð og drukkina gamble eitthvað staðar Við erum ekkert að fara til útlanda á næstunni Þú líka spila þig sko Nei, gamble, það er mikill munur Það sem við þurfum að gera félagarnir Þú þurfum að fara í gamblingferð, ekki í the hellhole Nei, sammála Ég mun ekki fara aftur til Atlantic City Ég var reyndar alveg til mér finnst borgin eiga Í COVID reyndar Þá lúkar nú bara Atlantic City nokkuð af því að maður er ekki að gera neitt eða fara neitt Þannig að ef það væri núna, herru, þú getur farið til Atlantic City Ég myndi segja, já, herru, sæn mig inn Þið náðu þessari ferð á 2020 Já, rétt áður en það Við fórum í februar Og fórum að gegja upp í stand Þú varst svessa hárið frá því að koma með Ef þið hefur sagt um mig, Vöðvingi, það er að koma heimsfaraldur Sér þetta sjans að fara út, motherfucker Það er sæna minn Þú helst að vera potið að fara eitthvað annað Það væri að koma á COVID Já, en sko, ef ég spyr ykkur núna heiðarlega Því að þetta er nú þessi hópur Hann á það til að vilja fara út og aðeins að spila og svona Og það er nú bara að dæma Við höfum verið heiðarlegir Hvert verður ferðinni heitið? Ég mætti bara hvert sem er í heiminum í dag Já, sko, ég myndi fara til Miami Ég segi bara, já, sko 2021. Miami eða Vegas Ekki fucking Atlantic City Og málið, veistu hvað er alltaf með vesinu þar? Landaköss og Húgimenn Þessi tveika er, þeir elska Atlantic City Ég veit það Ofurhugi og Landaköss fá bara ekki að stjórna fleiri ferðum Ég segi bara Landaköss núna Og gera bara Og þegar ég vil geta vaknað Fara á Sundlaugabakkan Verið með DJ á kantinum Panna með flöskubóð á henni Sundlaug Fara á Celine Dion tónleika Og fekk ég mér steik
Ég nenni Þú færðir ekki steik í Atlantic City Orðan þannig að það ekkert þreyttar á. Ég kom með leið á því að setjast í leigubíl skítþunnur að heyra leigubílstjóra að segja mér að sé 33% atvinnuleysi í borginni. Ég búin að gera það núna 13 ári röð. Ég nenni ekki lengur. Þegar ég var á leiðin upp á flugvöll frá Atlantic City núna síðast í febrúar Nú er ég að segja ykkur algjörlega þetta bara 10 fingur hérna upp Gæinn sem var að keyra Hann kunni ekki að keyra í rigningu. Hann var ekki með bílpróf Hann var gæinn sem hann bara fann einhvern stálbíl og bara keyrði og hann spurði mig hann baði mig að slá inn í Google Maps hjá sér upp á flugvelli eftir að við gætuðum honum þangað hvernig hann kemst tilbaka hvernig kemst hann rataði ekki heim hann keyrði fram í öllum tollaskiptum sem því að hann að fara að fá bara algjöra bara sekt eftir sekt í inboxið á sér þetta er svo tæft sko en við erum ekki að fara sko þegar að landa körs byrjar að panta okkur aftur til AC og Húgimenn negative það er bara þannig það er Tampa Florida það eru gott kasino þar við getum líka rætt þetta bara einhvern sem við þrý saman við þurfum ekki að tengja þjóðinni í þetta við þurfum að búa þjóðinni með það er ekki hellinga að spila þegar maður hlusta sig til að koma og tapa hellinga peningi fyrir kasino en ætluðu við samt ekki að reyna að vera með eitthvað teneferð leiðu þetta ógeðu búi við mögum líklega í samfunum með Gilsatravel taka teneferð og spilafíklaferð þar sem við félag verðum hana ofurölvi hvaða hlutverk eru við að gegna þarna bara erum við að gæta í vilinu nei við gætum engu, við mætum bara að hella mjög okkur á gömlum en okkur hérna eru við ekki hreinskilin þegar maður er í svona ferð ég er alveg til að taka tene og vera í sólinu og hafa gaman en þegar þú ferð í bara myrkrið í Atlantic City þá vil ég helst ekki að sé neittni kringum sem ég þekki ekki nei, þú málið, kasinoblöðu það skemmtilegur og leiðu öðru fólki að njóta kasinoblöð það fær enginn að sjá hann með mínu nánustu ángríns að sjá nokkra hræður hérna úr árbænum vera að vitna því þegar þú ert að sparki í ykkur hræðfanga það verður bara að gerast það er rosalegu þáttur hjá okkur í dag kæru hlustendur ber þar hæst að í fyrsta sinni langa tíma eru við með stigagangin hann er búin að vera í góðri pásu og ég hendi inn á Instagram í gær spurði fólk hvað vildi heyra í klefanum og stigagangur fekk langflest atkvæði og ég get með þess að lofa ykkur því hann er mjög fyndinn í dag Steindi fór á kostum við erum með spurningkeppni Gilsarans við spurðum það áðan þú vildir ekki segja okkur hvað er segðu okkur núna megum við vita það núna já gerðu það segðu okkur núna það er King of WAP já King of hvað meinar King of Wet as Pussy já það spurði ekki King of WAP nei, þú getur ekki þetta er mjög vinsætt lag já, en er þetta bara tengt laginu? Ég elskar þetta lag og þetta er geggja lag en þetta á ekki heim í keppni og maður segir eitt að vera að hlusta á einhverja þrjá fertu að punga einhver staðar, læsta henni í stúdiói með einhverja keppni í King of Wet as Pussy ég hætti að segja það, segja bara WAP þú er stegið að gera þetta ógislestundi ég er ekki með þessa keppni King of Wet as Pussy, það er King of WAP já, hvað þýðir WAP? Haltuðu bara við að segja WAP, það er strax skara King of WAP Fellow Kids er á sínum stað við erum með hversu graður í sóli Hólm það hefur ekki verið í smá tíma og bara þjóðin þarf helviti góða helgin við þurfum góða fréttir og þetta er líka ekki við reyndum ekki að ringja hann en eitt svoleiðis ekki segja neitt, það er bara dagskrárliðurinn hversu graður í sóli er í dag ég er búin að læsa gemmunum þjóðin þarf jákvæðinu við getum allavega að gefa hlustendum það hint að þetta var first handed upplýsingar já þetta kemur frá fyrstu hendi svo erum við með símtali í Lóa Berg ég tjekkaði fyrir í dag líka hvort að þetta væri bara Sóli Hólm sem væri illa við að segja hversu graður hann væri frá 0 upp í 10 og ringdi í nokkuð símtölu og ætla að spila þetta næstu vikur og við byrjum á Lóa Bergmann og það er virkilega skemmtileg símtal Luigi og svo erum við með sturla starrandi Fellow Kids þetta er allt á sínum stað, við erum í gýr og vonandi þið líka kæru hlustendur, það er eitthvað verið að stríða mér hérna núna á græjunum en ég held ég ná þessu verðum við ekki að byrja þetta að því að er alvöru þáttur Það er ekki að byrja á Helga Rafael mixinu? Nei, ég ætla að fara í þetta hérna bara Ég fekk senda, Það held ég þeirra að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og hér á FM áðurum fyrir mig slúðrið, drengir þá glemdi ég einu gríðalega mikilvægu hérna í fyrst innkomi ég held að flesti vita að Keilöðlin er okkar stærsti sponsor í FM 95 blöð Annars þarf að vera búin að búa í helli, segja hún bara Já, en það er rosalegt tilbúð þetta er í fyrsta sinn sem er FM 95 blöðdagar hjá Shake & Pizza þannig að við þurfum að treysta okkar hlustendur þetta verði geggjað því að það verður núna alla helgina
2 fyrir 1 á öllum pizzum ef að þú sendir inn kóðan FM95 bló með OI ekki ÖI. Hvað, ringir þú niður til að ferða á heimasíðuna? Bara flestir eru að panta á heimasíðunni. Þannig að ferða á heimasíðuna og svo kemur afsláttakóði. Þá skrifaru FM95 bló. Ekki blö. Nei, bló. Já. Og það er free shit þá. Já, mér ef þú ætlar að panta 4 pizzur og það borgar bara fyrir 2, ef þú ætlar að panta 6 pizzur og borgar bara fyrir 3. Það var að gefa free shit á öllum pizzum á matselum. Ok. Þetta er fyrsta sinn sem að Shaken Pizza er með svona rosalega tilfæld. Já. Við erum bjóðað nokkuð félag minni sem eru gamers og elskar að geta. Ég kaupi 2 pizzur, fæ ég 4 eða? Já. Það er nákvæmlega þannig. Jói ruglað. Þetta eru líka bara svona öllu grunn sleftu. Þótt að okkar besti maður Jói sé að sponsa þáttinn. Djöfull þetta eru ógeðslega góða pizzur. Þetta eru geggjaðar pizzur og þetta er líka, ég veit að fólk hefur oft heyrt kaupir einu og fara aðra fritt. Þá er það oftast með einhverjum 2 áleggstegundum eða eitthvað. Hjá Shaken Pizza, þetta eru allar pizzur á matselunum. Þannig að ef þú ekki búin að ákveða hvað ætla að borða helgina, takið þá föslaus sunn því þetta tilboð gildir. En nú er nokkuð félaga sem er það tæknilega erfið. Ég get ekki svona opna vísi. Hvernig, geta þeir hringt og panta og sagt FM95 bló? Þá segir líka bara FM95 bló. Já, það er game changer sko. Það eru samt langt flesti sem að panta á netinu. Já, maður er nokkuð félaga sem er alveg að skýta sko. Veistu hvað, er létt að fara á eina, hvað heima sér þetta? Bara shakenpizza.is. Það er það margir sem eru rosalega tæpir tæknilega sér sko. Þú skrifar Ef ég get það, þá getur þú það. Ég get alveg lofa þér, það er engin tækni heftar en ég. Ef ég get farið inn á shakenpizza.is og sett inn afsláttakóðan FM95 bló, því ég prófaði þetta á hann. Smækarinn í Dótturfútból til dæmis tækniheftari en hann gæti ekki panta pizza á netinu. Nei, hann er ekki tækniheftari, ég get staðfesta af því að ég veit að Öddi Blöð átti PlayStation 12 í 1 ár. Kunni ekki að kveikja á hann. Hann kunni ekki að setja hann í samband og kveikja á hann. Hann gæti ekki kveikt á PlayStation. Ég get alveg lofa því, ég PlayStation. prófaði þetta á hann. Þetta er mjög einfalt, þú ferð inn á shakenpizza.is, velur þær pizzur sem þú vilt, svo kemur afsláttakóði, þá skrifaru FM95 bló, þá færðu 2 fyrir 1. Þetta er ekki flóknara það. Þetta er ekki tengiskip. Nei, þannig að endilega tjekkið á því og sækið ykkur góða pizza á Shaken Pizza í kvöld, morgun og sunnudag. En það er komið að slúðri, drengir, eru þið tilbúinir? Brakandi fest erlendslúður. Já, og jú, ég ætla ekki að vera rakkað niður, en þetta eru ekki bestu móla sem ég hef verið með. Það er lítið að gerast hjá þessu liði í COVID. Þetta er algeng setning hjá þér. Nei, þetta er nefnilega ekki algeng setning, hún er ekki komið lengi. En Demi Lovato og kærasta hennar Max Ekrig eru hætt saman. Ok, nú er ég bara að stoppa þig. Ég ætla ekki að vera leiðilegur. Ég veit ekki heldur hver Max Ekrig er. Nei, ég veit ekki hver hún er heldur. Demi Lovato? Nei. Söngkona, Steindi. Já, hvað söng hún? Fullt af lögum, hún var dómar í X-Factor líka bandaríska með Simon Cowell og þeim, þú veist alveg hver þetta er. Hún söng ekki WAP til dæmis? Nei, en hún er samt sungið fullt af lögum og er mjög fræg. En þau eru hætt saman og það er nú kannski ekki alveg slúðrið. Slúðrið er að nú er þessi Max Ekrig og þetta er eitthvað sem ég langar að ræða hans við ykkur. Hann er að segja núna í viðtali hversu erfitt það er að eiga fræga kærustu og hvað það þurfi hætta sama því að hann er að það verið að bully hann online eins og hann segir orðrétt eða á netinu og hún var að gefa út lag núna Demi Lovato sem fjallar þau og þá kom þetta, það er eitthvað break-up song og lagið heitir Still Have Me og þá fekk hann ennþá meira bully á netinu þannig að hann var að í rauninni hvetja menn og svona the average Joe að núti að byrja ekki með frægum söngkonum því að Ariana Grande gerir þetta líka sagði hann. En maður skilur þetta alveg að því að hann getur ekkert svara fyrir sig. Nei, öllum saman Max Ekrig. Hann er ekki með vettanginu það. Nei, þannig að þetta er ekki bara nokkuð góða punktur hjá hann? Jú, sko, ef við horfum núna til dæmis ef við horfum á Ísland, ég meina ég myndi segja að fólk ætti til dæmis að passa sig rosalega mikið á, ég meina ef Bubbi Mortens ef hann er allt í komin að markaðinn hann sem nú aðalega lögum hvað hann er ástfangin ekki hvað hann er pirraður já, en Bó Halldórs, einhverjir hérna bara hvað, erst þú bara fastur í 1980? Ég er nú bara fokast. En nei, jú, það er nú líka svolítið öðru sig hérna er engin, það er allir einhvern meginn svona það er ekki bara búlja lið og netur og hætti með einhverjum sem á 2-3 lög sko. Og það er engin einhvern meginn svona super frægur á Íslandi. Jú, Fossetin náttúrulega. Já, ég held að hann sé nú ekki að vera að gefa út neitt lag sko. Já, passa sig á honum. Herðu, svo er það næsta en þetta er fyrir þig, Kris Jenner mamman í Keeping Up with the Kardashians. Wow, það er búið að leggja fram kæru gegn henni það sem hún er sökuð kynferðislega áreitni. Já Greip hann í pungin á hvernig sexy gæja? Lífurinn hennar Mar McWilliams hann vil meina að hann var að vinna fyrir hana hann var ráðinn massaði lífurður já, hann var ráðinn árið 2017 og áreitnin byrjaði sama ár. Hann segir hann hafa hagað sér kynferðislega í kringum hann sagt hlutu útlit hans, spurt hann út í kynlíf og lagt til að þau ættu í rómantísku og kynferðislegu sambandi. Og hann var ekki að fíla þetta? Nei, en ég minna
Ég betur hann að finna myndir af sem bodyguard. Já, hann heitir Mac Williams. Ég veit ekki, maður þorir ekki að segja neitt maður. En með þetta, við þetta ekki bara eitthvað sem að þú veist að vinna fyrir eitthvað, bara eitthvað að segja og lítið vel út, er það orðið glæpur eða? Hún var að segja að hann var í massar og eitthvað. Já, ég meina, hún var að áreita hann á Creepy as Nutsack. Já, það kemur ekkert fram hún að og hætti hann að vinna þetta. Já, það var skrítið að hann var ennþá og kæra hana. Nei, ég er að segja, þú veist, það er náttúrulega mikið munur að beða hætt, sko, en hann hætti sjálfur og leið illa. Já, greinlega. Og getur svo mikið að rakka það niður. Nei, það er svolítið erfitt að rakka. Ég veit ekki hversu mikið við getum sagt við því. Nei, og bara gangið vel. Já, svolítið hann. Það er að vera fan að senda inn á okkur. Hver var kóðinn til að panta Pizza Shaken Pizza? FN95 blå. Ekki blö. Þú fær engan. Þetta var í veistlega ef að C.J. hefði bara 2 kóða, blö og bló. Það verður myndið einfalda höfliti mikið. Nei, það hlýtur að vera eitthvað ástæður. Það þarf að vera bló 2 fyrir 1 á alla pítsur. Og svo er það í restina. Þetta ég er bara beðið bæði ykkur og hlustendur afsökunar. Þetta er lélugur. Ég veit það, ég finna. Hvað er að gerast með svo Britney Spears, Patrick Schwarzenegger? Það er bara aldrei. Ég hef aldrei séð Patrick Schwarzenegger í slúðri. Og ekki á neinum síðum. Þú ert ekki menn neitt, ekki Snipes eða Culkin eða Kurt Russell. Já, takk til Britney. Eina sem er leiðilegt, þetta er eitthvað svo sad. Já, hún er náttúrulega. Er hún sjálfráða? Nei, hún er ekki orðin sjálfráða. Og lögmaður Britney Spears, hann segir hann á skorti vitsmunalega hæfni til þess að skrifa undir opinbera yfirlýsingu. Og já, hann alveg farin? Já, hann vil meina að hún bara Getur ekki stað á nafni setið? Nei, þetta er málega, það er svo erfitt að fylgjast með svona dæmi. Bæði með hana og Kanye West. Sko, svo er ógeðslegt hérna því að pabbennar var alltaf hendin upp á svið og hún vildi ekki koma fram á tólningum. Þetta er bara, þetta er sad. Ég nefn ekki að fjalla svona. Þetta er mjög bara að vera eyðileggja manneskina. Það er engin Íslendingur sem hristi svo oft að vera uppsættir ekki en blöðurinn á króknum. Okkur er alltaf að tengja rosalega áhrif á þín æsku. Þú ert alltaf að tala um rauða galla. Ég veit bara minn maður blöð og horfa rauða gallan á króknum. Ég myndi alltaf viðurkenna. Búki og landakvæðasöfn og þið saman allir. Bara enginn á okkur í þessum rauða galla. Rauða kúpin síðan. Nei, ég get með þess að sagt þér hvað hafði áhrif á blöð og sögurinn. Ég hefur séð uppsettir ekki enn og rauða gallan séð að tala um það. Já, þá var ég fluttur hérna í grafavóin til mömmu. Ég satt ekki með mömmu minni bara inn í stofu að fyllaði mig, sko. En ég get sagt þér að það sem hafði áhrif á blöð og króknum var myndin Sliver. Já, hristiði mikið við henni? Nei, ég hristiði mikið við henni. Mér fannst bara William Baldwin átti leiksigur í þeirri mynd. Nei, hann átti engan leiks. Ef þú myndir að horfa á þetta í dag þá eru þetta glæðin besta mynd sem þú sé. Nei, ég tók hann bara við 2 vikum. Besta mynd sem ég hef Einna bestu Baldwin. William Baldwin nán er á pari við Alec. Nei, reynda Stephen líka geggjur. Stephen er eiginlega bestu fyrst mér. Þetta er bara Alec Baldwin. Herðu, þetta var slúðupakki dagsins. Ég veit að hann var lélugur en ég ætla að bæta ykkur það upp hér með geggjuðu stigagangi eftir smástund. Við skuldum auglýsingar. Þetta er sonur okkar Aron Kahn. Alltaf sem við var hér í FN95 blöð. Og mér finnst þetta ennþá gott lag. Þú veist, þetta er bara geggjalag, sko. Styttist í stigagangin, hann er hér eftir smá stund og hann er mjög góður. Fyrsti stigagangurinn í langan tíma. En áður við förum í stigagangin ætlum við að fara í, hvort munduru frekar. Ég fekk aðstóð í gær inn á Instagraminu hjá mér. Ég held án þess að íkja, ég fengi svona 300 til 500 hvort munduru frekar. Gæti spilað inn í að ég bauð upp á pizzu frá Shaken Pizza fyrir þá sem að yrðu lestur upp. Gæti spilað inn í að fólk elskar free shit. Já. Og ég er með 3 og þetta er allt frá hlustendum eða fólki sem ég er með á Instagram. Eru þið tilbúinir? Við erum klárir. Þannig að það er ekki við mig að sagast því að ég samtid ekki, þið vitið það. Er þetta eitthvað viðbjóður? Nei, svona. Fyrsta, það er hann Axel Birgisson sem á þessa og mér fannst hún alveg áhugaverð, skemmtileg. Hvort myndið frekar, alltaf skít í ykkur þegar þið nærrið eða alltaf fá það þegar þið gespið? Skýta í eitthvað fá það þú gespar sko, málega er að það er náttúrulega minna vesen hvort nærriði meira að gespa það er minna vesen að fá það en að skýta í sig, er það ekki? Já, samt eiginlega ógeðslega. Nei, ég veit það ekki. Ég held ég fann nærru köst, sko. Já, þá var ef ég nærra einu sinni ég get ágæslendið að nærra svona 80 sinnum bara á næstu 10 myndum. Það hætti bara ekki. Þá basically varum við bara með fullar buksur af viðbjöðum. Og mjög vandrarlega því með client í stólnum. Ég get ekki hægt að nærra, því miður. Ég get ekki gert í því. Ég tengir nefnilega bara ágætlega að vita. Ég tek svona líka svona tarnir, sko. En geispið mikið? En ég geisp ekki, út af því ég fer alltaf upp í rúm 21.15 er ég vil sopnaði 21.30 vaknaði 5.45. Ertu alltaf sopnaði fyrir 10?
Helvítið harkið það. 9:30, ég þarf að vakna 5:40 sko. Já, ég myndi ekki nenni Og þannig ég næ alltaf, þessum 8 tímum. Og Geispa lítið? Ok, þannig að þú tekur það frekar það. Ef það var eitthvað vesun og ég næ ekki svefninum og þá geispa ég, það gerist bara sjaldan. Ertu að segja mér og sofir í 8 tíma á hverju nóttu? Það er ekkert mikilvægur en góð svefn, Steinþór, fyrir optimal health. Nei, öðruglega, alveg rétt. Þetta er nextlega. Nei, það er alveg rétt öðruglega. Líka út bodybuilder, þá er ekkert mikilvægur en að sofa, sko. Já, mikilvægt að borða holt, sko. Alveg potið rétt, það er allt. En sefur í 8 tíma á hverju einustu nóttu? 7 til 8. Hvað segir þú? Rosalegt. 4, kannski 4, 5, eitthvað leys. Það er að drepa þig. Þetta er munur á the gamer og the bodybuilder. Nei, Ég þú veist drast alla daga, hreyfið aldrei og ég sefur í 4 tíma. Það er sem að setja að drepa þig. En ég lifi potið skemmtilega lífi. En sko, en máli er að þú veist Smá kei og þarna. En ég ætla líka að vera, getur verið hárrétt hjá honum. en máli er að mér finnst sko, það tengist ekkit gaming world. Þetta er bara svona Mér finnst leiðilegt að sofa, þú hefur sagt okkur. mér finnst þetta að vera svo mikið waste of time. Það er bara mjög mikilvægt. En þú geispa mikið. Já, Þú ert alltaf þreytur. Já, en svo náttúrulega er maður bara fullur maður. Maður vaknar bara að fá sér kaffi og tekur þetta á kassan. Hvort takið þið þá? Sko ég fæ nervuköst og ég geispa aldrei. Já, og hún tekur freka þá að þú múti fá það þú geispar. Já, stendið og ég væri kannski einu sinni í mánuði, sko. Já, Ég er sammála, ég meina þú veist, jú, þá maður bara situr upp í sófa og maður horfður okkur mynd og eitthvað þætti aðeins frameftir, maður slumpast í brækurnar og maður þrýfur það bara Það er nervuköst. Það er nervuköst. Já, ég gerir það alveg, þú veist, ekki svona oft eins og þú, en ég nær alveg 4-5 sunnum í röð, sko, allavega. Það er ekki neitt, sko. Það er næsta spurning, það er hann Elmar Björgvin og ég dritaði niður einhverjum 10 hérna, þannig að það getur vel verið að ég lesi eitthvað frá okkur í næstu viku. Þessi er hálf ógeðsleg en hún er hressandi, mér langar alltaf að vita svarið. Hvort myndið frekar að mamma ykkar eða kon ykkar ættu 3 klámyndir á CV-inu og þau væri að frétta það í dag? Guð minn almáttur. Jésús. Það er þessi Elmar Björgvin, þú veist, og leggja hann inn eða? Þessi er nafnilega, og þið væri bara að frétta þetta núna. Ég myndi velja mömmu. Það er málið. Já, er það ekki? Ég veit það ekki maður. Það myndi mamma bara segja hún að vera ykkur flippi. Já, bara sem Flippi. Hún bara flippa það. Þú var yngri. Já, ég meina, þetta voru ekki nýja myndir. Valla. Nei, en það var 65 ára gömul. En sko, þessar myndir, er það búin að hit mainstream media eða? Er þetta bara eitthvað svona sem er til ykkur kjallara hjá ykkurum? Ef þetta væri búin að hitta mainstream media, þá væri nú örgulega búin að frétta að þér. Sko, þetta er enda ógeðsleg spurning. Velur þú frekar mömmuðina? Þetta er ógeðsleg spurning. Ég veit það ekki. Að svara þess á 2 sekúndum. Þannig að þetta var ekki að vera fyrir. Nei, en núna er ég svolítið samt að taka þetta tilbaka, sko. Já, þetta er Vistu að það er eiginlega bara ekki rétt svar við þessu. Nei, þetta er frekar Egil, hvað ætlað þú að segja? Elma þarf aðeins að hugsa sem gang. Ég var frekar með konuna eldur en mömmur, sko. Já, sveimi þá, ég held ég segja Þetta var ekki svona, ég veit ekki velta þessu fyrir mér, sko. Beinti er að hálfa ógeðslega. Ég er komin bara líka á það. Alltaf fer hún beintið til rúðuna. Einhvern veginn, mér fannst þetta að vera svona, já, þetta er 30 árs síðan, en svo bara er þetta rétt hjá Agli. Ég ætla að velja konuna líka. En fattið þið samt þá eru basically að henda mömmu dóttir ykkar. Já, en það er bara svo það er. Ég ætla að gera þetta. Rullaði bara næstu spurningu. Akkur var þetta betra svar? Ok. Já, það er þetta. En þið voru sammála? Já. Ég ætla að halda með mömmu. Já, ætla að halda með mömmuna. Já, ég ætla að gera það. Þá er það 3. og síðasta spurningin og það var hann Þórhallur Ingi sem sendið þessa og þessi hún er skemmtileg. Hvort myndið frekar kýla papp ykkar eins fast og þið getið, þið ráði hvar einu svona ári, hann má aldrei vita af hverju, eða senda mömmu ykkar liðmynd af ykkur einu svona ári og hún má aldrei vita af hverju. Jésús almátt. Hvað er sko Hvað er að gera? Er eitthvað að fólki sem Ég er ekki að semja þetta allavega. En nú ætla ég bara að láta hlustendu þáttarins heyra þess. Hvort er verra? Sko þessi er góð. Við verðum eiginlega að gefa Þórhallur það. Er þetta svona eins og Richard, er þetta vel kóreografí? Þú ræður bara, hvernig dickpic viltu senda mömmuðinu? Þú bara stjórnar því sjálfur. Er þetta esjurætur eða bara í myrkrinu heima? Já, heima? þetta er Gullfoss til dæmis í bakgrunnum og stórglæsilega lemin. Það er til dæmis ekki træðilegt. Nei, ég held að mömmuðinu sé nákvæmlega sama hvað þú tekur þetta út að senda þetta. Hún mun alltaf hugsa bara hvað er að þér, okkur þetta senda mér þetta. En eitthvað einn í ykkur rungkompu
og með limit. Hvað áttu rosalega, rúmkompu heima? það mjög vond koncept. Ég held þessi bara alltaf vond. Heil kompa en svo náttúrulega spurning líka bara, þú veist, já, hvort að, þú veist, ertu að taka, ertu nýkomin inn úr kulda, ertu að flaggi hálfa, ertu í öllu, Þú ræður því bara, eða? Þú stjórnar því, þetta er einu svona ári. Rosalega slæmir. Ég held, sko, málið að því þú sagðir hvar sem er. Bara kýla nógislega fast í öxlina einu svona ári eða eitthvað. Það er mjög vond, sko. Já, það er mjög vond. Eka bara eins fast og getur í framhandleikinu eða eitthvað. Já, að þú mæti bara, það eru eitthvað verra. Að þú mæti kálvan. Einu svona ári læðist þú að pappaðinum að bomba. Já, veist. Og raskatið bara. Það er ekkert svo óþægilegt. Nei, það er auðvitað skást. Ég veit ekki hvað ég myndi gera. Ég myndi basically velja það. Og ég myndi mæta bara alltaf því ég veit að mamma og pappa er að fara erlendis kannski, þú veist, í einhverja ferði eina helgi eða viku eða eitthvað. Þá senda myndina. Þá myndi ég, nei, alls ekki. Þá myndi ég mæta heim til þeirra. Er það að fara út á morgun? Já, gaman að því og svo myndi ég dundri gamla og hlaupa bara út á þess að pæli því og svona, svo nennir, hann er bara búin að gleyma að enginn mér heim. Þú vart bara að senda limynd, Steindi. Ég myndi vilja svona gaming limynd. Þú ert með headphone-in og við Þú getur svo alltaf sagt bara við mömmuðina bara að ég þetta átt að fara á annar stað. Ég held að það sé bara með rauðvíni og headphone-in og með beinstífa. Það er limyndin sem ég sjá á þér. Ætlar þú að velja það? Ætlar þú frekar að velja það en að kýla í rassin? Það var að tala um þig. Já, en hvað ætlar þú að velja? Ég ætla að velja að kýla í bossan. Það er eitt svo vant. Herru, þetta var kortmyndur frekar. Hér næst er það stigagangurinn. Farðu nú að velja heilbriðu spurningar sem fólk sendir þér. Já, þetta var frá hlustundum, en Egill það vil eitthvað meina að he's strong without you. Hvernig líst þér á þetta? Þetta var að spila með love song. Það held ég þegar að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og það er komið tíma á dagskrálið sem hefur ekki verið lengi og það er stigagangurinn. Já, það er hárrétt hjá þér. Þetta var nú svona aðalega því að fólk var að senda á þig. Já, sko, ég spyr reglun á Instagraminu með hvað fólk vill heyra í klefanum og þetta, það er búið að biðja mikið um þetta. Já. Og ég fór líka að hugsa að þetta er búið að vera í góðri pásu. Já, ég man bara ekki hvenær við gerðum síðasta stigagang. Nei, og hann er geggjað þegar hann heppnast, þá er hann æðislegur. En sko, nú er spurning hvað við höfum verið að bralla mikið. Viltu fá á ég að senda rullu eða viltu að ég sé fastur út í bíl? Nei, sko, ég var að hugsa ef ég fæ að leikstýra þér, því að þú ert eiginlega betri í símanum. Ég vil fá típuna sem að hann er ógeðslega þreyttur á COVID. Hann er komin í jagirinn og jafnvel í harðar efni. Já, bara kokaino eða? Já, bara eitthvað, þú finnur eitthvað. Ég veit ekki hvað þið dútarnir eru að brasa, þeir eru komin í harðar efni. En og bara hann er komin leið á söllu og ætla bara að fara í rugglið á stigaganginn. Veist hvað ég meina? Ég ætla bara að mála. Já, hann er bara, þetta er uppgjöf. Algjör uppgjöf. Hann er að gefast upp og hann er á vökunni. Já, ok. Til í þetta? Já, ég er klár, ég er bara mjög klár. Þá þarf ég að finna bara hérna einhvern góðan stigagang. Já, og fyrir eitthvað sem er að heyra stigagang í fyrsta sinn og þá finnum við nöfn á öðrum sem búa á stigagangnum og þykjumst vera að syngja. Ég er bara sem nágranni. Er það ekki þessi hérna út í sögu, hérna? Já, byrju, nei. Já, heyrðu. Já, þessi velfrættur. Svona smá svona, já, það er búið átök. Já, það er búið að vera djöfisins partíma. Heyrðu, ég kom með hérna, tilbúin. Já. Halló. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Er þetta Margrét? Já. Sæl og blessu steinn hérna í húsinu. Pípulagningamistari. Já. Hvað segirðu þá? Ég segi allt gott. Er það ekki verið drullu þreytt á þessu COVID-rugli maður? Þetta er alveg skelfilegt. Þetta er agalegt, þetta hefur líka bara áhrif á stemningunni í ganginum. Það gerir það. Já, maður er að hitta fólkið allir konum með grímur og það vera, ég var nú fór hérna í fyrrata og sprittaði handriðinn og liftuna og allt þetta. Já, ok. Það verður að leggja að setja mörgum. Já. Já, heyrðu. Já. Ég er orðin svo þreyttur á þessu. Varstu eitthvað varfið mér í nótt nokkuð? Hérna, eitthvað lætið mér eða? Nei, það er nú gott. Ég er orðin svo rosalega þreyttur á svona veirum maður. Ég var komið snemma í jagermesturinn sko. Og svo harðar efni, jagerinn. Já, ok. Og bara ringdi gamla dílerinn og bara kláraði þetta sko. Ósofin og allt maður. Þetta er svo mikið álag sem fylgir þessari veru. Finnst þér ekki líka það? Já, ég tekur svo rólega. Já, maður er bara búin að vera að sulla sko. Ég kynni það alveg. Já. Ég er nú alltaf komið bara til dyrann eins og ég klættur og ég er búin að vera að sulla, þannig ég er búin að vera því. Já, ok, veistu, ég er ekki alveg átt að máði hver þú ert. Það er steitt þetta, pípulagningamistari. Ég er með húsjóðin sko. Já, ok. Já. Hvað hæð ertu? Ég er á annari. Heyrðu? Já. Nú er ég að hringi grannana sko.
Já, Ég var að spá í að mála ganginn og helst í einhverjum ógeðslegu lit. Það er bara komið að því finnst mér. já, ok. Já, svo var ég að spá í hvort það var ekki sniðut myndu fá okkur gerfinhattadisk. Já, þú meina það? Setja hann upp á þak, Já, þú meina það? fá allar svo stöðuvar, Já, bláu og allar. já, þú ert mér ísar hugmyndir. Já, Ég er að spá í að taka hússjóðin bara og strauja hann bara alveg eins og hann leggur sig maður. Er ekki bara alveg jafn gott að eyða þessu? Hann er nýbúið að gera allt upp í það. ég ætla að vera alveg hlutlaust núna, sko. Já, og kaupa gerfinhattadiskin líka, kaupa þetta allt saman maður, alveg bara, og kannski ykkur að töfrakalla fyrir krakkana, fá það á ganginn. Já, það er svo lítið að börnum orðið eftir hérna. Já, nei, kannski er ég líka bara í útu, kókaður og ruglaður núna, sko. Þetta er bara einhver hugdetta sem ég har að hafa, hvort þetta er mikið að ráða ykkur að trúða á ganginn og mála þetta og gera eitthvað bara partí í COVID, sko, COVID-partí, sko. Já, þess að létta bara, þess að reist upp í þessu maður, allir með einhverja grímur og djöðs rugl. En hvað, það er ekkert eitthvað partistand á þér, þú vilt ekkert fá aðeins í glas og ræða þetta eitthvað? Nei, ég drekk ekki. Eru við með kvittir á línunni eða? Ertu búið með skamtinn eða ertu bara... Nei, aldrei drukkið. Það var aldrei drukkið, já. Þú veist ekki hvort að missa af kona maður. Nei, ég er ekki að missa neinu. Já, það er rosalega gaman þegar maður er komin, þegar maður er búið með heila jager og búin að hringja gamla dílurinn, þá get ég lofað því að það er gaman, sko. En þetta er náttúrulega erfitt daginn eftir. Já, það er umblá máli. Það er svolítið þannig, þá fær maður þessi bara aðeins meira og lætur snjóa svolítið, klára skaflinn. Já, En ég er að hugsa eitt hérna líka, hvort það væri ekki sniðugt hjá okkur hérna í stigaganginum að fá okkur eitthvað svona dýr, tækja móti öllum krökkunum og sem væri bara niðri, ekkert máli að fóðra það og svona, eitthvað tófu eða, nei. ekki? Nei. Það var nú helviti gaman að vera samt með einn, bara svona lausan skuggabaldur hérna á ganginum, bara svona upp á þeir eru nú mannafælur held ég, sko. Nú er ég aðeins að skrekka út, sko. Nú? Má ég ekki vera aðeins lengur. Hvað er það að fara? Ég er bara að fara út. Já, en mætti nokkuð sitt í hjá þér? Sitt í hjá mig, ég er að fara að labba. Nú ætlar að labba, já. Já, ok, en þið vantar ekkert einhvern félagskap í göngutúrin? Nei. Ekki? Nei. Ég er svo upptjúnaður eitthvað, það væri svo gott að geta aðeins gengið úr sér maður er búin að vera í einhver stífri keislu. Ég er að fara í göngutúr með dóttur, með tengdadóttur. Já, þeir eru að fara nokkuð saman, já. Já, við 3 ár. Já, þið 3 ár, já, ég skilji, já. Nei, ég ætla ekki að krasa það maður, þetta er bara, veist hvað þetta er, maður er komin í gardínuna, sko, að búið að draga fyrir hérna og búið til smá myrkur í stofunni. Já, heyrðu, ég er bara í þér. Já, en heyrðu, Já, á ég að græja tófu? ég ætla ekki að skipta mér af því. Heyrðu, ég ætla að kveðja þig núna. Já, heyrðu, ekki máli, já, við segjum ekki máli. Ok, blæ. Já, blessu. Ég veit að ég búin að samta stíðargóksins maður. Þetta er vestilán maður. Það var að hugsa að mála ganginn, sko, að töfrakallar, tófur, það er allir pakkir, sko. Mér langaði bara að fara að skrifa skets fyrir Steypustöðina 3 hérna, sko. Þetta var stigagangurinn, það voru margir búin að biðja um hann á Instagraminu og já, djúðast var þetta að finna maður. Avicii, ennþá að gefa tónlist þó hann sé dáingrið. Blessu þessi minning hans, Kiko Avicii og Sandro Cavazza, Forever Young, Avicii Tribute. Mér veist eitthvað skrítið. Mér veist samt alltaf svo skrítið þegar, þetta er eins og þegar Tupac dó. Já, endurist að lögum að koma út. Það kom einhverja 10 plötur eftir hann dó örugglega, sko, eitthvað svo leiðis. Já, bara verið að finna gamalt efni og svona, sko. Já, en það er ástæða fyrir því að hann gaf það ekki út. Já, er þetta góða punktur. Hann vildi ekki gefa út. Nei, hann fannst það ekki nóg gott. Nei, mér finnst alltaf skrítið þegar að koma ný lög út með dánu fólki. Já, það var reyndar annað svona svipadæmi sem var reynda mjög svalt. Freddie Mercury vissi náttúrulega að hann var að fara að deyja, þannig að hann eitti eiginlega öllum dögum í að taka upp lög með Queen sem þeir getur gefið út þegar hann myndi deyja. Já, það er alltaf það er ekki, sko. En, herruðu, þið búin að sjá, ég verð að minna á, drengir, tilbúið, þetta er pínu press á okkur því að kóðin er FN95 blå, ekki blö. Já. Og þetta er í fyrsta sinn sem að Shaken Pizza er með FN95 blö pítsutilbóð og þetta er ekki flókið, þið pantið ykkur pítsu og fá aðra fría, alla pítsur af matseli og þannig að þið farið bara inn á shakenpizza.is og þið getur pantað ykkur eins marga pítsur og vilji og þið fáið næstu fría. Og eina sem þeir að gera þegar kemur afsláttakóði, þar skrifiði FM95 bló.
Þetta er ekki flókið. Það er hárrétt hjá þér. Já, þú ert að hlæja myndinni. Sko, þetta er einhver fyndnasta mynd sem ég séð. Ég veit ekki hvort allir hlustendur á séð, en ég setti nú á Twitter að var ég að retweeta Óla T. vinn okkar. Það er mynd af Ásgeiri Kolbeins á leiðinni í skimun og þetta er einn fyndnasta mynd sem ég séð. Þetta er fyndnasta mynd sem ég séð. Það eru allir með grímur og allir svona einhvern veginn bara í stressi og eins og bara gengur að gerist þú veist að leiðin í skimun nema Ásgeir Kolbeins, hann stendur hérna eins og $1 million í símónum að loka viðskiptasamning Tussuslagur og hann er ekki með grímu hann er eini sem er ekki með grímu það er allir þetta með, væntanlega er allir þetta með hita af því að þú ert ekki að fara í skimunum og sett með hita. Jú, þú ert nú búin að fara í 6 og aldrei verið með hita. Já, ég var samt sko Hvað ertu búin að fara í? 4? Nei, ég er búin að fara 2 svar og dóttin? Já, og dóttin líka Ég hugsi ég hendi mér í skimun bara næstu viku líka að gera setja hans meiri þrýstinga á það fólk. En málið það, þessi mynd, ef við rennum aðeins yfir það er röða fólki, það er allir með grímur allir með hita, vellu og allir slagir Ásgeir stendur aðeins svona meter út fyrir röð Í símanum, með höndin í vasanum með sólkleru eins og hann sé á djamminu og það er í rauninni ekkert skilur það er ekkert eitthvað ákveðið eitt eitthvað þetta er bara yfir höfuð fyndin mynd skilur, það er ekkert sem við getum pinpointa. Við erum alltaf tím Kolb. Já, Kolb er bestur en ég er að segja, þú veist, það er ekkert Kolb er ekki að gera eitthvað rangt á þessa mynd þetta er bara svo fyndin mynd. En það er ekkert allir með hita sem fara í skimun þú bara kallar í skimun. Þú mátt ekki fara í skimunum og sért með 38.5. Nei, þú má getur hver sem er farið. Er það svoleiðis? Já, þú bara farið í skimun, það er skimun. Ok, en ég meina þú færi valla í skimun og þú sért alveg feskur. Þú til dæmis farið nokkuð sinnum alveg feskur. Nei, ég var með kvef og hósta, ég var með eitthvað smá. Ok, kannski eitt var með kvef, þú ert ekki endilega með hita. Nei, en þú vaknar ekki upp. En málið er að þú veist, ok þú veist, lagakómurinn hann á myndinni er með grímu og þú getur ekki verið að hvetja við hvetjum fólk að nota grímu. Kolbarinn er bara ekki lagakómur því miður, hann er bara með sólgleru og eins og sem nýkomin á austur þú veist, það er og hann, og veit fólk er að tuði verið saman fólk er einhverju tuður ég hef ekki séð eitt fólk er að þetta er coldfather já, það er ekki eitt tuður fólk virkilega myndi vera með grímu hann ég hef ekki séð eitt tuður ég hef ekki séð eina mannski tuður nei, en þú veist fólk er bara, þetta er bara fyndin mynd fólk er ekki að tuði yfir þessu að segja það sko en það er ekki grímuskylda utan dyrað hann okkur Nei, hann er ekki breaking any rule. Það er engin að töði við þessu. Þetta er bara að finna þess að mynd Twitter grínarar eða þú veist það byrja að posta þessari mynd núna út allt það er verið, já sko nú er menn að photoshopa Kolbaran og í hinnar þessar aðstæður og ég var að setja smá þráð á Twitter núna að sem Kolbaran er í símanum hann að tekin í COVID-röðinni Það er mættu með Trump-barnum að Norður Kóri og ef það er einhverjir hressir Photoshop sérfræðingar að hlusta endilega bara pikki þetta upp og haldi áfram ég er ekkert eðlilega gaman að það sko en sko upprunalega myndin verður alltaf best upprunalega myndin er best sko þegar niður í röðinu og lagagómurinn allir með grímur gæti einhver staður svalari heldur en Kolbarinn eða úti það er farið ég var til að sjá hann inn á lagar hann var að loka maður sér hann var að loka einhverjum samningu upp á 200-300 í röðinni að fara í skimun með sólglerun en það er ekki verið 90% líkur að það verið ringið þig og þú er heyrt eitthvað í hún ég reynda hindi í mér röðinni það er góða líkur ég sé allavega sem mynd tekið sko líkunar að ég sé á línu hana 99% í alvörun það er eitthvað paparazzaði það er rosalegt það er heiður paparazzaði en sko strákar, svo er ekki bara það er líka búið að koma svona búið að senda okkur FNÍ fyrir blömmunum þessa mynd mikið og vorum bennir að fara eins yfir þetta og vorum aðtöða hvað er að gerast nákvæmlega á myndinni og það sem sko, það eru margir sem eru að gíska á að hann sé með einhvers konar rassamælingastöð að hann sé í rauninni búin að opna rassamælingastöð já, og þetta tekið þetta slúður já, og hann er basically að segja í röðinni hann komist ekki út í eitt kaldan, hann er önnum kafinn það er bara fullt út af dyrum á rassamælingastöð ég er búin að fá þannig að hann sé komin í business að rassamæla og þetta er allt lið og leiðinni það er basically þetta liðir ekki að fara í COVID-check, það er að fara í eina COVID-rassamælingu og hann er basically bara að taka göngutúrun út skoða fjöldan, hann er röð það er nóg að gera og hann er að tala hann í síman, hann kemst í miður ekki í eitt kaldan, það er nóg að gera á rassamælingastöðinni. Þetta er ógeðslega fyndið. Herðu, við skuldum auglýsingar og svo er það spurningakeppni Gilsarans, ég ætla ekki einu svona að fara út í hvað það er. Fara yfir það hvað konceptið er? Nei, mér er álvitað við það, en hún er hér strax eftir auglýsingar.
Þið eru að hlusta á FM 95 blöð. Vá, hvað tími flýður. Klukkan að vera 10 mínútur yfir 5. Já, það líður heldur rætt sko. Já, og er ennþá sól á þrótunarmerkin, já? Já, Það er bara eins og sé það er það magnað helvíð. Og það er 9.8. Já, og það er hversu graður í sólir hér á eftir, því að Egill er með einhverja nýja fréttir, en þú vilt ekki segja okkur, þú hringdir ekki hann? Nei, ok. en ég get ekki satt á þetta. Fáum við vita hans meira á eftir bara. Ég ætla ekki að jinxa þráðin, konceptið. Nei, ok. Þannig að hérna, það er á eftir. En eru að fara í keppninu núna? Já, það er komið að spurningi Yes. Hvað var þetta konceptið? King of WAP. Já. Og við segjum bara WAP. Ég man ekki hinn. Mitt. Sko, Það er ekkert að útskýra hvað það þýðir. Nei. sko ég er að lesa svo nefnir spurningar. Það er heldur sérstakar spurningar hann meðan. En það voru að hafa það. Hafðu það samt alveg svona Já, þú veist, hafðu allavega í huga að það eru, þú veist, það er spilu traffík hérna fyrir utan. Það er svo traffík núna. Já, fullt af krökkum og úlingum að hlusta líka. Hafðu þetta aðeins í huga. Erum við með hérna, eigum að hafa WAP undir eða eigum að hafa trailerin undir? Hvað finnst ykkur svona? Hvað finnst ykkur meika mest sens? Ég skal setja WAP undir bara. Já, var þetta ekki? Thank you kind sir. Já. Þá eru þið með King of WAP og WAP er undir. Já. Þetta er ekkert eðlilega Þetta er ekkert eðlilega gott koncept. Já, þetta er geggja lag líka bara. Hvernig finnst ykkur ég á tökkunum núna? Og það er svona að gera það. Hendi bettanum út, setti lagið á. Já. Og frekar snöggur að Það fannst mér líka. Ég sagði WAP og það leiði svona 2 sekundur og kom með WAP. Já, búin að vera 10 ára á tökunum. Já, svolítið skríti hvað ég er stoltur af því að hafa náðu þessu, en fuck it. Já. Þetta er komið undir. Það er ekki lítur að gefa launa eitthvað núna. Já, svo ég með það. Ok, King of WAP. Þetta er eitthvað sem þið viljið vinna félagar sko. Nei, Nei, ég er feskur sko. Þú vilt labba núna en að biffan í kvöld. Ég er King of WAP. Já, það er fyrsta lagi væri ekki að leiðin á biffan. Öðru lagi með að engin staði fyrir opnir. Er biffin ennþá opinn eða? Kottu bara með þetta. Hefur þú hlustað á the award-winning song WAP? Já, við erum að því bara núna undir. Fólk er að báða. Ok, ég sé að strax þú eru spennandi kenni. Vá, að þið vorum báður að hlusta á lagið. Vinstasta lag, er þetta ekki bara vinstasta lag ársins eða? Hataður Rikka G út af lífunu þegar ákvað að setja fáralega góða lagið WAP ekki í spilun á FM? Nei, ég get maður ekki sagt það. Þetta gerum við það ekki. Hata hann út af lífinu. Já, ég meina þú veist, í ykkur smá tíma 5-10 myndur eða eitthvað. Nei, þetta hafði engin áhrif á mig á þeim tíma. Ég hafði ekki heyrt lagið og var drullur saman. Já, þetta hefur 0 áhrif. Já, og væri ennþá saman núna. Er það ekki að vera punktana? Ég held að það er punktar okkur báða. Ég var vel reyður sko. Hati ykkur til að Eitthvað hata hann út af lífinu. En mér langar að hlusta á lagið. Ég var brjálaður. Ég var bara brjálaður. Ég var í sportasunni og ég sparkaði einhvern vegg og Akkur varstu brjálaður? Af því að Rikki var með þetta í spilun eða bilun og hendi þessu í bilun. Já, eða það vinstasta lag í heiminum, þannig að það er náttúrulega eðlilegt að sé í spilun. Rikki Grey hafði sambandum með, hann sagðist vera 3 cm og voru allir að rakka niður á Twitter af því að hann setti þetta ekki í spilunni. Ég hef tekið reyðbildi við Rikka. Sko harðasta reyðbildi tekið á æfuminni WAP. Ok. Bara þessu hundur og kött. Já. En sko, við þurfum nú líka strákar aðeins að taka upp hanskan fyrir okkar mann að ástæðan fyrir því að hann vildi ekki spila því að hann fílaði ekki lagið, það var ekki dýpra en það, hann búin fast lagið bara ekki gott. Hann sagði það okkur allavega en þetta snýst líka kannski að og Rikki G, veit, hann er búin að rífa FM 97 upp á raskatinu sko, hann er að gera eitthvað rétt hérna sko. Já, hvað er næsta spurning? Það hluta bara að hækka hjá hann. Settur þú kringluna á aðra hliðina út af WAP? Settur þú kringluna á aðra hliðina? Já, hann er að tala, hann er enn og aftur, hann þú veist alveg hvað þetta er. Já, út af WAP, já, ekki út af laginu. Nei, hún er fast bara, þetta er bara ógeðslega orða. Þetta er ógeðslega orða. Þetta er ógeðslega orða. Ég er alltaf að tengja við. Þetta var að sé að sé ára hugsun eftir time sko. Ég er alltaf að tengja við. Þetta er ekki síðan sem þú ert að hugsa at the time. Þetta er eina sem þú ert að hugsa at the time. Hvað, wet as pussy? Nei, það var bara ekki þannig. Bara, þú veist. Já, þú eldir út allar trissu bara út af. Ég eldir aldrei. Hversu, Egil, maður spyrja hennu. Ertu tregur það? Akkur nærðu því ekki að ég eldi hann ekki? Ég lappaði upp að henni. Lappaði upp að hann og sagði I don't cook, I don't clean. Nei, það gerði ég bara alls ekki. Það verið mjög spes. Ég lappaði upp að henni og bara sagði hæskilur og eitthvað svona, bara eins og fólk gerir. Ég var ekki að hugsa þetta. Þetta er alltaf ekki punktur á mig. Ég hef aldrei reynt við stendbyrjum. Tvötur í steinda. Nei, akkur ég var ekki að ég nennis ekki. Já, flott. Ég þarf að gefa það punktar. Já, gerða það bara. Hefur einhvern tíma farið á bak 7 sinnum eða oftar í viku og ég kvóti lagið Certified Freak 7 days a week.
Nei, Vá, aldrei verið það. búin að finna textan og kvota lagið og allt, það er metnaður í Þetta þessu. er samt, ok, þetta var ágættu spurninga. Þetta er tengt læginu, mér finnst hinn halv ógeðslega þegar ég fattaði hana. Já, já. Ég er búinn að setja punktið þarna. Ekki reyna að ljúga mér ekki ára bak 7 sinni í viku. Ég held að bara Þú farið ekki. bak 7 sinni í dag sko. Í dag? Nei, 7 sinnum í dag? Þessi kettir að Hvað er að gera? gæti aðeins þurft að 3-1 fara. til Stóni. Nei, af hverju? Ég var að segja nei. Ekki ljúga að Lóa Bergmann. Nei, ég hef bara held ég ekkert gert það 7 sinnum í viku, það er bara mjög mikið. Heldur, og að segja heldur. Nei, ég bara veit það, þú veist, það er á hverjum degi í 7 dagi röð, ég held ekki. Já, ég Ég held að sé var- ekkert margir. ég Jú, var- kannski eru margir þar, ég veit það ekki. Nei, Er ég svo mikill aumingi eitthvað? En Nei, þið ég- kannski, þú veist, varst í stuði í daginn og kom ekki að segja 2 skipti þar. Og þú veist, 7 sinnum yfir vikuna, Já. allt í allt. Það geti verið. við getum ekki grænt ljósa það. Já, ég held bara ekki. 3-2. Bóðalegt. Vá, Nú er þetta spennandi. aggressið. Ég ætli manni eftir að Logi Bergmann hafi verið svona estur í getur betur á sín talandi Lóa Bergmann, hann er í símdalina hjá okkur eftir. En blöð, þú desperately þarft punkt. Nei, ég er ágættur. Hefur þið fengið það WAP í hádegismat? Nei. Heyrðu, Þetta er bara næsta. Þetta finnst mér ógeðslega illa gert Blöndal. Já. Þú tekur þetta á þig? Nei. Jú, að sjálfsögðu gerur það. Þú Nei, hefur nei. sagt það frá, þú hefur sagt frá því. Þetta var ekkert í hádegismat, nei. Hæ? Það var ekkert í hádegismat. Þetta var í lönns. Næsta, þetta er hálf ógeðslegt. Auðvitað er Bara svo þetta vitir það. það. Þetta er viðbjóður. Já. Þetta er viðbjóður. En Ég þú- eiginlega get ekki left þetta. Ég fer að, Hvað meinar þetta? Er konceptið King of WAP? já. Það var ekkert í hádegismat þannig, sko. Jú, Nei, bara alls ekki. hvað meinar þú? Hvað meina ég? Ég bara borðaði eitthvað annað. Þó ég hef verið heppin í hátteginu, þá var ég ekki. Herru, næsta. Ok. Hvað er að gera? Aldrei punktur. Þetta er ekki hægt. Nei, þetta er ekki spennandi, þetta er ekkert eða lókislegt hjá þér. Ok, maður sjá. Fekk eitthvað punkt þarna? Já, það Nei. er 3. Þrjú. Hann setur bara punkta þó að. Hugsar oft. Ok, ég set ég get ekki hvaða WAP sem er. Ég er búin að gleyma setjinn og ég bara stakka það er ógíslega alltaf. Setjinn. Förum við ekki bara að semja í jættefli í þessu? Var það ekki að celebrity dig? Já. Ég get þetta búið, sko. Ingen. Því að sko. Hann var það sjálfur þetta. Já, ég sem betur verið, náði ég nú að leiðrétta þetta daginn hérna í einhverjari yfirheyslu og kom búin að íkja svo rosalega, það er óþólandi. Þið voru samt saman þarna og Já, þú gekkst ég lappaði stefni, já. En ég var ekki búin að dreyma WAP og var bara meðan Ben Stífan einhvern veginn að lappa yfir rúmuna hans, þetta er ógeðslega. Þú varst vel óþægilegur þetta. Nei, ég var það ekki. Raulaður oft með sjálfuður þegar þú vannst sem baðvörður. Get my boots and my coat for this wet ass pussy. Það er fólk í sundi og Já, þá þarftu ekki að útskýra það, þið skiljið ennsku. Þetta lag var ekki svo komið, þannig að það var steindi. Býtu, hvað var hann að raula með sér? Get my boots and my coat for this wet ass pussy. Þannig að ég átti bara að hafa verið að raula þetta fyrir einhverjum 12 Þegar árum þú varst bara. að klæða því stígvillin og gallan. Bara með einhverja skegnigáðu. Bara ég var alltaf innu, bara með textana á hreinu, bara varst sem í- kemur 2020. Varst í stígvölum sem baðurur? Nei, Nei, ok. það er bara það er ekkert við þessa spurningu sem eitthvað sens. Ekki Þetta neitt. er sko punktur á þér og þú vinnur, þú ert king of WAP. Ég heyrði lægi á þessu ári eins og allir aðrir. Já, en þú veist að raular eitthvað svipað, þá gef ég grænt líka sko. Það var eitthvað svona sem kom mér í gýrin eitthvað. Nei, hvað, bara eitthvað baðvara jingle? Nei, það var ekki þannig. Herðu, ég trú, er það að deila king of WAP Já, titlinn? þetta var Er það fokk- búið? Það er ótrúlega. Jesus. Þetta- Þessi, veist að, þessi var hálf óþægileg. Ég ætla bara að reynskila. Hvað var náð það? Fannst þið það? Já, mér fannst það bara. Það? Já. Já, en þessi hátæðis... Eitthvað sem stóð upp og eitthvað svona ekstra óþægilegt. Já, eiginlega hátæðismaturinn sem ötti át. Já, bara Það var ógeðslegt. eiginlega hálfógislegt. Ég sagði það bara út að koma í sportásensinni og... Ég ætla samt að gera eitt fyrir það, því að mér fannst þetta með skárri lögum. Ég ætla samt að gefa þér teknolag. Wow. Junior var að spila orður rétt hvaða lag er þetta? Ég ákvað að gefa agleitt stuðlag Alveg þó hún ætti tempo. það ekki skilið. Stundum við þurfum að fá tempo upp, Steinþór. Já, þú varst ekki hrifin af þessu sniði. Þetta er ógæðslega lélegt lag. Málið er að ég Mér fíla... myndi að verið betra, hvað var ég komin í það síðast? Já, ég fíla góð teknolög, Þetta er en bara þetta var mjög bara... gott. Ég nenni ekki svona lúpu teknói sem er bara alveg eins í 3 mínútur. Þú þekkir ekki svona tónlist, þannig að shut your Ég mouth. er nefnilega að þekkja hann ágætlega og málið er En að... við erum átt að spila lög sem við fílum og Egil fílar ekki. Við erum að gefa honum eitt og eitt. Já, en þú ert komin í house og techno og allt svona og það er góðu lögin, þau er ekki á, þú veist, þetta er ekki á lúpu, þetta var lúpulagið. Það var lúpulagið, en herðu, það er komið að símtali. Egil ennú með hversu graður er Sóli Hólm hér og eftir. Það ætlar að tjekka hversu góð helgi verður í fyrsta sinni í smá tíma. Vona verið frábær. Og ég veit samt allavega að ég stjórnaði ekki síman og þú reyndir ekki að ringja hann.
Þannig að ég veit ekki alveg hvað er að fara að gerast hér og eftir. En ég hins vegar tók í vikunni klefa bara sjálfur. Það sem að ég ætla að spila nokkuð símtölu hérna næstu þætti. Og við byrjum á Lóa Bergmann. Ég ákvað að hringja í bara nokkra einstaklinga til þess að tjekka hvort þetta væri bara Sóli Hólm sem væri eitthvað viðkvæmur fyrir þessum dagskrárlið. Okay. Þannig að ég ætla að tjekka bara hvernig helgin yrði hjá nokkrum svona góð kunningjum þáttarins. Og ég spurja þá bara hversu góð helgin verður og hversu graðrið verður og hvort þetta væri bara Sóli sem væri svona viðkvæmur. Tjekkum á þessu. Ég hringdi í Lóa Bergmann og hann er fyrsta fórnarlamb í þessum dagskrárlið. Bara hversu graður er Logi? Tjekkum á þessu. Já. Luigi Bergman. Nei, blessaður. Hvað segirðu, Galli? Ég segi bara gott, það eru bara 2 menn sem áfram svona sko. Luigi, er það endur út ellendis? Er þetta aldrei kallað Luigi? Nei, voða lítið. Voða lítið, hvernig ertu ekki góð? Ég er mjög góð bara. Já, hvernig er helgin? En þú? Ég er bara, jú, brattur, takk fyrir að spyrja. Helgin er bara, þú veist, bara basic eitthvað, það er alltaf ekki að gerast. Nei, hálfdautt allt. Já, það er svolítið hann. Eins og COVID ok. Maður er svo búið að loka golfvöllum sko. Já, hann hafði rætt að spila í dag, er ákveðið núna. Já. Þannig að þetta verður ekkit spes helgin. Jú, bara fínt maður. Það er ég. Það er næs. Já, hversu graður ertu? Ha? Hversu graður ertu svona frá 0 til 10 og þetta er að setja tölu að? Ég er alltaf í lagi. Hver heldur í sig? Sóli Hólm? Nei. Ég er ekki í þessari deild sko. Nú ætla ég að ganga út frá því að sé eitthvað að hlusta á hann að nota stofnsamti. Ég er ekki að fara að svara því. Ef þú yrðir að segja frá 0 upp í 10, hvað svona tölu? Ertu yfir 5 eða? Auðvitað blöndur. Nú ertu orðin ábyrgur fjölskyldufaður í útkverfi og þetta er ekki sambúður. Nei. Hann getur alltaf svarað. Enda, ég er ekki að fara að gera trailer að neitt. Þetta er ekki dagskrárlegur, það er enginn að fara. Þetta er ekki eitthvað svoleiðis. Bara svo ég róið með það. Þetta er bara ég einn í klefa að tjekka, þú veist. Það þú yrðir að segja. Þú ert bara einn í klefa. Ég er ekki einn fyrir hvernig það hljóma. Ég er bara sem ég er, þetta er ekki Egill og Steindi að hlæja þetta að þér. Þannig að þú getur treyst mér ára sem ég myndi. Þú ert einn í klefa í fötum. Ok, ég skal sleppa þér. Ef þú segir mér, ertu undir eða yfir 5? Ég þarf ekki að fá tölu. Eða yfir 5 eða undir? Byrjað þú, hvað er þú? Ég er svona 5. Já, ég er alltaf yfir 5. Yfir 5. Ok, ég vissi þetta er að gapa þig. Yfir 5 nema menn sem eru nýbúin að eignast börn. Já, ok, það getur verið að hafa mér. Logi, ef við góða helgi. Þetta var símtal í Lóa Bergmann og já, ég fekk hann nú samt til að viðkynna, hann var yfir 5. Já, við verðum að taka smá upp hanskan fyrir Lóa, djöfull er þetta óþægilegt símtal. Sóli er hættur að svara okkur einhvern veginn. Þessna var ég að reyna að tjekka okkur öðrum sko. En já, hins vegar er Sóli, hann er ekki á línun eftir en þú ert með dagskrárliðun eftir. Nei, betur, er hann ekki bara núna? Erum við ekki í þessum dagskrárlið núna? Ætlaði að fara að dreifa honum meira? Eru að fræða núna? Og við spila þá trailerin núna? Strax. En mér finnst nú alveg að hæfi bara að klára hann dagskrárlið, við erum að tala þetta sko. Já, ég menna, jú. Já, ok, Steindi brjálaður, þá bara setja ég á trailerin. Hvernig voru það að spá ég að fara í hann? Hún er 5:30 og fólk er að leiðin út á land. Já, ok, herru, hér er trailer, fáum að vita hvernig helgin verður. Egill segist vera með einhverjar tölur. Icelanders gonna have a good weekend. Trailer ekki að spila þær í smá tíma hér í FN95 blöð og já, Egill saðist vera með einhverja tölur sem er skrítið því að þú hringdir ekki í hann, Egill. Nei. Hvað ertu með handa okkur? Hvernig veistu hvort að þetta verði góð helgi eða ekki? Ég hitti Hólmfather í COVID-röðinni. Í skimun? Já. Ok. Og rakst á minn mann þar. Já. Og það var rosalega létt yfir, rosalega hress, rosalega skemmtilegur og bara, það var svona... Spurður hann í COVID-skimunni? Ég sagði bara, hvernig ertu? Já. Hann bara var mjög góður, sagði hann. Og nú er ég að lesa svolítið í það. Mjög góður. Þegar þú veist, það hann oft verið ekki góður. En hvernig var það þegar hann sá þig hérna í skimunni? Sko, hann var ekki ánægður að sjá mig, sko. Ekki? Eða þú veist,
hann var ekkert eitthvað svona, veist, hann hugsaði ekki, ok, þetta er akkord gæðin skildi hitti í rauninni en kilsæðin. Hann fór ekki í kollin sem hann sá hann sko. Nei, hann hugsaði ekki bara, yes, hörðu, vöðvingin er hérna. Hann vildi ekki hitta mig, sko. Ok. Og hann var með grímu, hann var ekki að taka kólbáta með sólgleru og loka viðskiptadíl, sko. Nei. Og hann, sko. En byrjan, hvað, gastu samt lesið þá úr? Já, ég sá bara út að hafa með grímu og ég sá á augunum á honum, og veist. Þú veist, hann er bara aldrei verið betri, sko. Og þá vissi ég að þetta er frábær helgi framöndan, sko. Hann enda á sól á þróttararmerkinu, sko. Og hvað ætlar að gefa það þá? Hörðu, hann var málegur, eftir að spjalla við hann og sé hvernig hann leit út 8,5. 8,5 Og það er eitthvað sem þjóðin þarf að halda í þessari COVID-3 bylgju. Já, en sko 8,5, hvernig getur þetta orðið góð helgi þegar það má ekki gera neitt? Sko, ekki fólk bara að fara að vera heima, fá sér eitt rauðvísglas og töða? Já, samt bara góð helgi. Jú, setur Ingo á og séðan er Júragarun á sunnudaginn og... Það er ekki Júragarun á sunnudaginn. Það er út af landsleiknum. Út af landsleiknum, en það er Ingo í kvöld, í kvöldi gig. Við erum á leiðin á EM. Já, þetta er góð helgi. Það er aðeins bara að byrja til. Og pluss líka... Og þú sást þetta í vikun á honum. Já. Þetta er góð helgi. Þannig að það er mikið að marka þetta. Ég sá bara hitt hann. Ok, næsta helgi verður geggið. Ok, þá vitið það. Thank you, Homefather, for your service. Helgi verður bara 8,5 hvort sem þið eru að ferðast ekki. Ég held að það sé nú ekki margir að ferðast. En 8,5 við skuldum auglýsingar. Og svo er það Fellow Kids og fleira. Það held ég, elsku vinir, þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Hún er 25 minútur í 6 og það er ennþá nægu tímistrar. Já, Djúvel flýgur hann maður. Það er ekki komið tíma á hérna Fellow Kids, herru, minnum aftur á þetta er í fyrsta sinn sem að Shaken Pizza er með FM 95 blöð helgi. Þetta er ekki flókið ef þið pantið ykkur pizzu föstudag, laugardag, sunnudag hjá Shaken Pizza og skrifið afsláttarkóðan FM 95 blöð með OI, þá er 2 fyrir 1 á öllum pizzum á matseli. En ef ég skrifa blöðpúp Það var ekki neitt, þú ert að skrifa FM 95 bló og þetta er bara í takeaway. Getum við ekki manna að skýta pizzuna og skrifa það sko? Já, sleppum því. Herru, hérna, það er alltaf að vera vittlust í sótkvís kolbþræðinum á Twitter. Egil, dælir hann inn. Málið, núna eru sko Photoshop-grínarannir eru komnir í yfirvinnu. Þú veit, það er allir að vinna heima núna og fólk er að standa sig helviti vel. Ég veit ekki, þetta verður svona 30 mynda þráður. Hann er bara komin á Ég er að dæla þeim inn. Hann er bara í svartkvítu á Kennedy myndinni. Hann er með Forrest Gump. Hann er á undan fyrsta mann á tungliðina. Kolb er alltaf mætur. Hann er á COVID-fundum í þríeikinu. Hann er hérna þegar hvað er þetta sprettlubarinn sinn kláraði Usain Bolt. Hann er á boltmyndinni. Hann er búið að setja hann út allt. Það er svolítið hannig. Hann er búið að landsliðsmyndin þegar strákarnir voru í brúðkaupni á Gylfa síns með, hann er komin á hana. Þetta er nú ekki vel þar innreyndar. Hann er eins og hann er nú svalusend. Já, eins og hann fekk ekki tækifæri. Hann er ekki sumar átvitt, hann er all black hann að Kolbar. Já, hann trúði mér, Kolb myndi ekki klæði sér svona ef hann væri stattur hann á Suður Ítalíu. Sjá, strákarnir í landsliðinu, allir í svona, þú veist, rengin í sokkum, allir í svona stuttum buxum. Rosa lúkkaðum. Herðu, en Steindi, var ekki komið tími á How Do You Do Fellow Kids? Það er komið tími á How Do You Do Fellow Kids og já, þetta er allt saman sem ég fæ send í gegnum Instagramið frá Ég rústaði þið síðast, Egil. Já, þú kláraði þetta. Þú ert líka ekki eðlilega góð. 4-1 og ég er fullur sjálfströst. Ég vil hvetja hlustendur til að senda mér áfram frasa á Instagramið því að þetta er það sem gerir liðin. Þetta er allt saman frasa sem eru notaðir í daglegu lífi hjá ungu fólki í dag og tilgangurinn er að athuga hvort að þið séu með puttan á púlsinum. Veitu hvað heitir áttur lagið hérna? MOP. Já, en okkur kemur það ekki inn upp. Það er að senda þetta? 10 ár blöð, 10 ár. Herru, ok, ég hlýtti að finna þetta. Ég skal senda þér lagið. Nei, þetta komið hérna. Herru, ok. Fannstu þetta? Hentu undir og hafðu þetta hátt. Er þetta ekki hér? Næ, ég er auglýsingar núna, þannig að við þurfum aðeins að ég var að monta mig svo að neinin, byrja það. Eitthvað remix að þessu? Nei, hann blöð. Já, hann ægir sér það. Hvernig ertu blöð? Þetta er ekki það. Jú, þetta er geggjað. aðeins að breyta þessu. Þetta er ekki instrumental. Þú skrifar M.O.P. Já, þetta er hérna, ég langaði bara aðeins að breyta þessu. Hörru, ok 10 years. Ok. Þið klárir í How Do You Do Fellow Kids? Já. Þetta eru 5 spurningar eins og alltaf og ég ætla að beðja ykkur að vera á tánum, drengir, því að þetta er fljótt að breytast í þessu líka. Það er ekki bara að taka fyrstu 2 og fá sér
Pönsu og Sík og Ég er fullu sjálfstyrist allavega. það er svolítið hannig og 5 spurningar eins og alltaf eins og ég var að segja rétt á hann og þeir eru klárir. Já. Báðu keppundur Egill, ert þú klár? Rétt. Auðun Blöndal klár. En máli ég er klár en ég er aldrei sneggri en blöð. þú veist, maður lyftir Hættu svo hendinni. væli. Já, sko, Blöð tók þið síðast rétt en þeir eru búin að vera með jafntefli 3 þætti áður í röð þannig að þeir eru drullu jafnir í þessu. Ok. Fyrsta spurning, hún hljóma svona, hún er vist mikið notuð. Ok. Hvað þýðir frasinn að vera graðlur? Að vera graðlur. Graðlur. Já, og ég ætla að gefa ykkur hint. Þetta er eitthvað sem Jón Gunnar Gerdal okkar maður er oft en Hann er graður og reyður. nei, ég ætla að segja en við spiklum það. Graðlur. Nei, ég mátti ekki hjálpa honum. Nei, hann er búinn að svara. Blöð, shut your little mouth. Já, hvað svarað þú þá? Ég sagði eins og Jón Gunnar Spegla Gerdal þetta. spiklu þetta. Hann er graður og glaður. Auðvitað er hann graður og glaður. Graðlur. Blöð er pre-ejaculated. Já. Nei, þetta var bara, ef maður hugsar Jóngunar á gólfinu, þá er það graður og reyður. Það er svo snöggur. Hann er eftir graður og reyður, sko. Já, En þetta er öfugt núna, sko. það er svolítið þannig. Það er komin dominating lead núna. Þetta getur nú breyst hratt eða því að það er að koma spurning núna sem er nú bara þeir eru báði líklegir. Ok. Ég ætla samt að gefa ykkur hint. Ok. Hún er notuð svolítið þessi, töluvert. Frasin er og ekki henda upp hendinni strax. Þið eru ekki að fara að ná þessu áður en að gefa ykkur ísmyndingu. Frasin er djöfusins nikkari. Djöfusins nikkari. Og fyrsta sem þið hugsið örugglega er harmonikuspeilari, djöfusins nikkari. Alls ekki. Nú ætla ég að segja ykkur vísbendinguna. Þú ert með, í góðra vinna hópi. Þú hendir, eigum að segja 2 jafnvel 3 pókum í vöruna þér. Og svo segir þú, djöfusins nikkari maður. Þetta er að fá svona nikotín hausverk, mikið nikotín. Nikotín sjokk, það er hárrétt, Auður Blöndal. Búin að jafna þetta helvíð. Nikotín sjokk. Já. Það Kannski svara þessu. Nikkari. En þetta er þetta er enda Ég hef aldrei getað svarað þessu. Nei, þetta er svolítið þannig. Þetta er eins og Landaköss, hann sagði Ég var også gott að taka teitt Nick Nolte, sko. Nei, þetta er eins Það og er great actor. okkar besti maður, Landaköss, hann sagði mér daginn ángríns að hann hafði einhvern tíma fengið póka hjá þér úti, einhverju flugvél. Nei, hann fekk að við vorum að spila póker á Söðagröki og Já. hann fór heim hvítur í framann. Já, þannig að þetta er nú ekkert sniðut að fara fíkt í þessu svona, í setni tíð, sko. Nei, ekki takk í vöruna. Ekki takk í vunna, ekki vera að snáðast neitt. En Og notið grímur. notið grímur sóttrensa 2 metra á milli. Herru, þá er það þriðja spurning, það er 1-1, drengir. Þetta var mjög sterkt fyrir mig. Já, þetta var, þú áttir þetta, þú þurftir þetta. Þetta tengist veirunni beint. Ok. Af því að við getum tengt þetta þannig að þú ert í sóttkví. Og þetta var, það er hann Torfason sem sendur mig þetta. Hann heitir á Instagram. Hvað þýðir, nú gefum okkur þá, sett með veiruna. Já. Og þetta er eitthvað svolítið sem, já. Hvað þýðir frasinn ham? Og ég er að leita ensku, þetta er enskt. Og A-ið stendur fyrir end. Þetta er, Líklega svarið ekki skinka. nei, þetta er eitthvað, þú ert Já. Þú ert ham. Þú ert ham. þú ert, já, þú ert fastur ham. Já. Og þú ert að bralla hvað? Þú ert, háið er, ætla að gefa ykkur þetta fyrst. Háið er home, home end og emmið. Ég endur aldrei getað fyrra. En ég er með hendur uppi. Ætlar að taka Já, herðu, hættu að gefa hann fleiri vísmyndi. Já. Hvað svaraði þið? Heima fastur eitthvað. í COVID. það ekki? Jú, þetta er home and ham. Já, hættu. Home and masturbate. Það er hárrétt! Hárrétt, já, Akkur gafstu home. Mikrafóttin datt af stakinu hjá Akli. Ég sko. Herðu, þú ert búin að skrúa, þú ert Þú ekki ert ekki lengur mikrofón. Prófa að tala í hann. Sko, Rikki er að Jó, ég heyri í honum. á mikrofónum, sko. Þannig að það er miður, það er ekki verið að kenna, sko. Þetta er rosalegt. Herru, ég er undir, ég verða að jafna þannig. Ef að Egill nær þessar var hann búin að vinna í fyrsta sinn. Hey, þú þarf bara að halda á Ég er mikrofónum. aldrei að vinna, sko. Halda á hann bara út Ég held bara á dagskránni. hann, Já. Herru, þá er það 2-1. Það er 2-1 fyrir Agli og það eru 2 spurningar eftir. Þá er það næsta spurning og þetta er nefnilega, þetta er svolítið, þetta er fyrir ykkur peningamennina. Nú eru þið báðir, þið sendið í seglum, þið ættu að hafa þetta á reynu. Já, auðvitað var með nafni Kess, sko. Já, sem þið byggu til. Herru, kláraði bara spurninguna. Tilbúinir í frasan. Já. Ok, ég ætla að byrja á setningunni, svo kemur frasin þegar ég gerir svona með hendinni. Já. Gefum okkur það að þið séu 2 út í búð og þið ykkur vantar eitthvað smottir í og auðvitað þú spyrði Egil Egil, ertu með eitthvað klink á þér? Nei, sorry maður, ég er bara með eina lóu. Ég er bara með eina lóu á mér. Já, og bara með... Og lóa, hvað er lóa? Það er 5 skall. Fokk, hvað nálægt þessu? Ragga Jóns er 5 skallin.
10 skall. Það er 10 skall, það er lower. Þetta er fugglinn á bakvið seðilinn. Ég er búin að tapa. Jónas Hallgríms er á seðlum en lóan er á bakvið. Er ég victorious í fyrsta skipti? Nei, það er einu eftir. Já, hann er 3-1 yfir, vittisíkurinn, kanntu starfræði. Það er Ólafur Holm sem sendur mig þessa. Hann er með lóuna á sér. Þetta er besta að ræða minnar. Herðu, auðvitað, þú getur klórað í bakkan. Don't give a shit. Vist að spennunni færin að klára þetta bara strax. Getur klóraði í bakkan. Hvað því frasinn, og þetta kemur frá mér sjálfum. Mér langaði bara svo að þetta hefur aldrei verið í spurningakeppninni. Hvað því frasinn að tendri einni rally. Það er kveiki sígarettu. Kveiki sígarettu 3-2. Þetta er nú auðvitað, þú er búin að vera með að frasi í 20 ár. Já, það er 3-2, hann var bara fyrstur og það er 3-2. Egil, þú tókst þetta í dag. Þú ert að gentleman and a scholar. Takk fyrir bardagan. Þetta er rosalegt, Egil kom sterkurinn. Djöfull er ég spenntur að heyra hvað tekur þetta næst. Þetta var ekki nóg gott. Þetta er Harry Styles. Hann var í One Direction og þetta er lagið Watermelon Sugar. Watermelon Sugar. Into freezing. Herðu, þessi gæi, strákar, hann á, það er sjúkt hvað lið dýrkar hann Harry. Já, og bara One Direction, alla drengina. Já, ég á frængu sem heitir Erda Krista, sem er dóttir systur minnar. Já. Og þegar hún er úlingur og þegar hún kemur í heimsókn, heim til okkar og við hittum hann hjá með mamma og pappa og allt þetta, bara, þú veist, fjölskyldan hittast. Já. Þá er hún með heyrnartól allan tíman, með bara headset, að hlusta á, hún tekur hann ekki úr eyrunum í 1 mínútu á sólring. Á Harry. Og bara á Harry og Barry og Pal. Já, og þetta er bara allir hennar hópur. Þetta er bara, Harry er bara búin að ég gef hann er töffari, ég fíla hann sko. Já. Það er power hlustun. Linda P var að senda það að vera rugglaðir. Nú, já, hún er að hlusta þáttinn. Hún er bara sjálfur ruggluð. Hún er sjálfur ruggluð. Sæðu þú strákar, þið eru rugglaðir. Já. Það er a great fucking honor. Linda er æðisleg sko. En það er hins vegar komið að myndir fyrir cash. Það er komið að myndir fyrir cash og ég fekk trailer eða? Já, ég myndi reyndar alveg fíla það er COVID, þriðja bylgja, fólk það trailer sko. Við erum ekki að drífa okkur. Ekki að spila hann allan. Spila hann allan, það finnst þú líka að vinnu. Would you like to have pockets full of cash? It's cash! Would you be bold for $1 million? Það er 1,5 mínúti eftir þessi nenni sig. Would you be bold for $1 million? Would you be bold for $1 million? Ég er að gera það þrýtt. Það er ekki krónu fyrir það. Það var eitthvað mér er alltaf grunna að það hafi verið eitthvað flippari sem hefur líklega skitið í vassbólu þarna á Sauðárkróki og þeir vinahópurinn voru að busta tennurnar á sama tíma eða eitthvað. Þeir mistu allir hárið. Þú, Sessi, Hugi, Kös. Landaköss með beautiful hair. Nei. Hann er bold piece of shit líka. Hvað meinur? Hann er bold. Hann er ekkert að bold piece of shit. Hann er extremely bold. Já, hann er samt ekkert að piece of shit og hann er ekki heldur landaköss. Ég buksaði bara landaköss. En Busterinn, hann er með vel þykkt hár. Já, hann er reyndar Nauðsþykkt, hann er með þykkar hárið þið. Bust machine. En eru flestir Bust machine, það er nýja nafnið hans. En eru flestir samt, það eru flestir sköllóttir á króknum. Já, bara í okkar vinahóp, en það er ekki allir sköllóttir á Sauðárkróki. En þetta er góð punktur á stenda, okkur allir sköllóttir á Sauðárkróki. Þetta er sko, ég hef aldrei Er þetta bara út af álægi að búa hana? Nei, sko, ég hef aldrei Það er þvílíkt álag 2500 manna bæjarfélag, sko. Það er degjur álag. Ég er ekki dögastrákar, nú veit maður sem að þekki til nokkra vinahóp og svona. Ég hef aldrei vitað heilan vinahóp tvítugt sköllóttan. Það er ekki allir sköllóttir. Það er bara nýtt dæmi. Þú segir það. Já. Það ætlu að fara í myndir fyrir cash. Hári í AC. Yfirleitt er 1-2 sem missa hári snemma en heill vinahópur á sama tíma tvítugt. Já, okay. En það er ekkert að því. Það fari ykkur öllum mjög vel. Þá er það myndir fyrir cash og þetta eru 3 spurningar. Hugi verið sköllóttur, hann er nú ennþá með hár. Helviti hart á hann vegi. En Landaköss, hvernig staðan á honum nú? Hann er alveg sköllóttur. Hann var fyrstu sköllóttur á okkur öllum. Er ennþá sköllóttur? Er hann ennþá, hvað meina hann? Já, bara, það er ekki reyndar, í þínu vinahópi, þeir sem verða sköllóttir, þeir fara í aðgerð. Þeir rífu buttuna og nota technology. Sama sem átt að gera á sköllóttir, sko. Nota því technology. Og blöðu, ríkasti vinur minn, sko. Ásett ekki búin að eyða 1 milljónast af your wealth og setja á þig hár, sko. Það er bara ótrúlega. Fyrir utan það er ekki ríkasti vinurinn og þú ert ríkar en ég. Það eru komið með það. Herru, það var að fyrsta spurning í myndur fyrir kesta, fyrsta strákar, ég ætla bara að vera hinskilin, það eru bara eðlilega hjá mér þetta. Það er bara mjög gott. Já, við erum búin að vera við fáum smá eðlilega heitin í lokin. Þetta er búin að vera mikill viðbjóður í dag. Þetta er eðlilega keppni. Fyrsta spurning, myndu þið byrja að reykja Winston í hörðum
í 5 ár fyrir 100 milljónir og nú er að tala um 1 pakk á dag, 20 réttur og þið eru báðir náttúrulega gym rats, pappar, heilsufrík og allir pakkin 100M fyrir að reykja 1 pakk á dag Í 5 ár. 5 ár Já, og þetta er bara 100M fyrir Sko 100 milljónir er mikill peningur og það er ekki nema 20 miljónur ári Ég held ekki nema, hvað er þetta þérna? Þú ert með auka 20 milljónur ári Nei, ég meina Sko basically þú var átt á því að þetta eru 40 miljónu ári af því að ofta að taka skatta þetta er skatt Þetta gefa hvað það skatt fyrir Skattur og þeir þurfu ekki að borga fyrir rétturnar heldur Er þetta umslag? Já, takk fyrir það Já, Jú, það eru- reynda sígarettur rándýrar Rándýrar, ég held að pakkin kosti bara 1500 kall en þau eru fáir eftir Ói, mér finnst ógeðslegt að segja þetta en ég held ég myndi að gera þetta Já, Sko, hafið þið reykt sígarettu? Aldrei Jó, veist, einhvern tímann blindfullur 20 Já, bara einhver ruggli, en þú er aldrei, þú er aldrei tekið bara í reykt í hálft ár Aldrei. hvað þarf Nei. að gera fyrir 100 miljónur og döður? Það er þetta góða punktur En það er ekkert allir, við meina Steindi reykti sko 2 pakka á Já, dag en og hann hann er ennþá retired live in í kicking dag. Ég reykti Já, samt ekki í góðu formið en eitt Þannig að ég ætti alveg að púla þetta í 5 ár Ég reyktist okkar í 16 eða 17 ár Já. Ég var búin að reykja rúmlega hálfa ævi þegar ég alltaf hætti. vöru Miklu betri Og líka lyktar og svona núna sko fastreikt Ég vildi aldrei segja það, maður bara þoldi ekki og Manstu settist inn í skaftaliðinni? bílinn Ángæta sígarettu Já, auðvitað, þetta er ógæslegt Spurðu á púp Já. Hvað er Hver er púp? Hvað er mikið? Það er engin púp þetta Já, það Segðu er- spurðu auðta Já, ég sé Alveg orðið þreytur á þessu núna Ég er bara í þannig skapi, ég nenni þessu ekki Það spurði hann Hvað er mikið eftir þessu lagi? Kanski 35 sekundur Já. Steindi náði miraculously að spretta fram með skaftarleginni reykja eina og bara komin aftur inn í stúdíu Að fastreikja Ég gat reykt Það var rosa, ég held að sé svona. Já, ég reykti sígarettu í ykkur og ég gat reykt sígarettu í 4 smókum Það er rosalegt Ég held að venlega sígarettu því svona 14 sem okkar Nei, reyndar Egil, hann náði mér hætta með heilsuna Ég myndi ekki fórna heilsunni Þið myndu sleppa þessu Já. En ég er samt, strákar, ég verð að segja það Fyrir 200 var þetta já Ég er ánægður að vera sloppin úr réttunum sko. Það er Ég agalegt veist ekki bara útlíka bara komin í sko Hann er í öllu öðru í staðinn Áfengi og rafrættur Já, Og en- gambling. Hann er með rafrættur, hann tekur í vöruna Ertu með plástur líka? Nei, Sko, en þú málega, spilar þetta mikið. er samt skárra og ég er að trappa þetta líka Og niður. spilafikill, alkohólasti Jesús. Út líka gaming addiction Heyrðu, slakar á Það er fínt að losna Herðu. kynlífsvíkjum Já, sex heyrðu, er ekki líka. heyrðu, það er önnur spurning Hvað? Það er gott að losa réttutar allavega Við erum í myndunum fyrir cash Hann kom sér úr réttunum, við gefum nú það Já, djúvill, það er ekki Þú ætti að fara að vinga eitthvað Það er hægt að tala við ykkur Heyrðu, það er önnur spurning Eru þið með mér þetta ennþá? Já. Ok, fyrir 1 miljard Það er Það er strákar. rosa. Já, það er rosalegt Og þess vegna vilja að þið takið þessa spurningu Miljard, alvarlega. þetta er útgóðum álur uppað Alvöru upphæð, þetta er miljardur Það eru ekkert margir íslendingar sem eiga það Nei, Aldrei, tóra okkur 1000 miljardar sko já, já á svo marga Aldrei eiga síma eða nota síma aftur Já, sign me in Ötti, fljótur að hendi í Fyrir þetta miljard, alla dag Nei, Þú því að veit byrju- að sími bara eðilegja fyrir mér Ég veit það, og maður veit, en ég veit samt hversu háður þið eru honum Ok, báðir en þú veist, ok Ok, hvað? Hvernig heyri vinnin og maður segja, hörru gamlega, þú fá okkur a couple of beers eða? Ég á miljard Já, ég er bara að senda á það, hörru, kallinu að leiðin á snekkina, ætlaði með Þetta meina að nota tölvuna for messenger Já, Mér Pælingin er að þegar þú ert á ferðinni Góða punktur á búinandi Já. já, En þá er alltaf að miljard vera með tölvuna með þér og með free wifi Já, þú átt miljard Þú græja það Og þú basically mátt En það bara postaðu ykkur á grammið Nei, já, grammið Hvað er ekki sími? Miljard og getur ekki postað myndaður veist, á snekkjunni Til dæmis myndi ég bjóða ykkur á snekkinu og þið verða að gramma það Já, já, En líka bara, þú veist, það má líka alveg njóta í kortir Það er helviti töff líka að vera aldrei að setja njóta neitt nema að fara á grammið Herru, kona mín er ekki á neinu samfélagsmiðlum, hún var ekki krónu fyrir það Og henni líður bara drullu vel, hvað þá ef ég fæ miljard? En þið verður líka að gefa ykkur, sko, ímyndið ykkur bara hversu mikil tími fer í sín Hvað, maður horfður svona 500 sinum án á dag Þetta er léttasta já allra tíma Hjá auðvitað, en Egill, hvað segir þú? Þú mátt Ég finnst þetta ekki létt, já Sko, ég er háðu símanum sko. Ég veit það Sko, ef, Lífið breytir svolítið þrótt miljard sko. sko ef ég set símanum inn í hlæðslinn í herbyggi og hann er ekki í höndunum á mér það fer að líða eitthvað svona 5-6 mínútur Þá sem þarf bara að er- fara að láta að tjekka eins á þér Ég er ekki að grínast eina sekúndi núna En ég held samt að þetta er nú bara við flest alla Íslendinga 5 mínútur Sko, Já, eiginlega. í símanum er ég með mailið, Facebook, Twitter grammið Þú ert alltaf að skoða henni lífið mitt er í símanum Þú skoðar ekkert Basically að merkilegt. beða mig að drepa mig með að henda síman Þú ert upp í sófa að skrolla Þú ert alltaf að skoða Gerðu það bara í merkilegt. tölvunni Sko, ég sé bara ekki til ykkur rosalega gaman að eiga miljard without a goddamn phone Já, já Mátt skópla sem miljard Ég Þú sleppur honum get svo svag Já, ég er að fíla þetta Þið eru bara ekkert sammála rugl Hann myndi Hörru, ég- aldrei í lífinu gera Það það Er þið bóðið þetta í alvörunni? Ég hlust ekki á þetta Það er fullt að liði sem er að hlusta Ég er núna með my laptop Já, vá, flókið
eða Já. bara að vera með hvað heitir þetta, svona Samsung iPad eða hvað sem þetta heitir. Yes, iPad. Herri, já, þetta er alltaf, þið voru ósamála sem er mjög gott. Þriðja spurning, væruð þið til í að fá helvitis njálgin fyrir 3 milljónir? Nei, herru, það er komið að lokum Það er hér ekki hjá okkur svarað. FM. Nei, ég er góður. Þið sagði nei. Þú sagði nei, 3 milljónir. Hann kemur. Ég ætla að minna að Pétur Jóhann fengið En, hann. en þetta er ekki hættulegt, lífshættulegt. Hvað er lengi að losna með hann njálg? Nei, þú finnur vist fyrir honum. Pétur Jóhann Það er sagði ekkert endilega. Jú, hann lág upp í rúmi og hann fann hann er minn njálg. Ég fann Fann ormana Já, hrista sig í bara rassinu. herru. Hann fann það. Já, en það er komið að lokum hér hjá okkur í FM 95 blöð þennan föstudaginn. Við verðum mættir hér aftur með fullan bát næsta föstudag og ég minni á í kvöldi gig sem er með Ingo í kvöld á stöð 2 og Júrógarun, hann er því miður í pásu á sunnudaginn því að það er landsleikur Ísland-Danmörk og hann er sýndur á stöð 2 og stöð 2 sport en 4. þáttur verður sýndur eftir viku. Góða helgi, drengi, vil ég segja hvað einn í lokin? Klukkan orðin 6 sko. Mér fannst þú bara ná þessu helviti vel. Já. Er þetta ekki bara svolítið áfram Ísland? Ef við vinnum hennar leik, núna fyrir þá sem er ekki alveg á kafi í þessu, ef við vinnum næsta leik á sunnudaginn, þá erum við komnir á EM. Tjóðvill, erstu vitlaus? Nei, þetta er þjóðadeildin á móti Danmörku einna heima. Hitt og 12. nóvember. Já, 12. Steindi hætt að tala. Æ, sorry, þá vil ég minna á rauðun og klakka á mig. Góða helgi.